live aftur, ásækið, það einhver draugur að stríða okkur inn í útsendingarherbygginu. Það kemur fyrir á bestu bæjum. En já, Beggi, við í gær, síðast 2, komin út, staðfest. Ekkert open beta, það bara beint í síðast 2. Já, síðast sko var bara tekin, það var ítt á stóra delete-takkan og við vorum í vesenni. Já, en ég alltaf spenntur sjálfur fyrir þessu breytingum. Algjörlega, þetta eru stórar og mikla breytingar og það verður gaman að sjá hvernig spilastílinn breytist hjá liðum. Já, því mér að þetta er náttúrulega þannig sé bara glænir leikur þótt hann sé í kjarnan alveg sama leikurinn, en einhvern veginn, þú veist, ég hef mína efasemdir en samt ekki. Ég er bara mjög spenntur, sko. Fullt af hlutum sem á laga í leiknum eins og allavega með hvað ég er búinn að spila. Nákvæmlega. En ég bara get ekki beðið eftir þetta fara á stað. Nákvæmlega, það verður náttúrulega gaman að sjá hvernig smoke-metan muni breytast. Já. Grenur í smoke, það er búið að buffa hellinga byssum, Galil orðinn viable. Sko, það er náttúrulega eitt sem er bull, smókin í 20 sekúndur, að mínum að það er bull. Já, hann er vel langur. En nóg það í bili, við ætlum að spila CS:GO hér í kvöld, gamla góða. Og við ætlum að fara í dagskrá kvöldsins fyrsti leikur, það er IA á móti FH. IA situr í 7. sæti og FH í öðru sæti og þetta verður sleggjuleikur. Gott að byrja kvöldið svona sterkt. Leikur 2 verður Atlantik á móti Þór, Atlantik í 9. sæti. Þeir bara, stórmeistararnir í brekku, sko, Brex og lenda svo á móti Þór, það er ekki lið sem vilt mæta. Nei, og Þór líka í 8. sæti. Já. Þú veist, það er alltaf kolvi einhvern veginn í deildinni, sko. Já, það er bara nýbyrjað samt, þannig að þetta getur allt breyst mjög hratt, sko. Já, algjörlega. Bara fyrstu leikinir rétt búnir en þriðji leikur kvöldsins, það verður Ármann á móti IBVF. Ég gæti verið völdun. Já. Ármann. Shine gæti líka verið tilbúið með eitthvað svagt, sko. Já, það er nefnilega málið, sko. Shine gæti töfrað eitthvað ótrúlegt fyrir okkur. Þú veist, ef einhver, það var á Shine. Heilinn. Hann er búinn að downloada demo að ofvirkja á Faceit, sko. Það að fylgjast með hann, sko. Shine eins og ég kalla hann Guðfæðir CS á Íslandi. Hann er heili og rúmlega það. En já, fyrsti leikur kvöldsins förum aðeins í hann. Það er IA á móti FH. Við kannski fáum bara einu á skjáin. FH. Kíkjum aðeins á okkar menn, FH. Það eru Viktor, Vizard, Blaster, Mozart og Pabo. Þetta line-up finnst mér ótrúlega spennandi. Þetta er mjög skemmtilegt line-up, sko. Við keyptum mótið í fyrstu umferð og Mozart gjörsamlega flengd okkur, sko. Hann refsaði okkur fyrir öll mistök sem við gerðum. Algjörlega. Hann var alveg, hann var 30 bombaði leikinn, 31-14. Já, það er ekki nema. Já, ég met allt á blaðið. Situr eftir með sátt ennið. Já, hann var alveg rosalega góður. Bara vel spilað hjá hann. Viktor líka komur óvart þarna. Já. Hann var bara hljópinn og aðeð á móti mér og bara singlaði mig í hvert skipti. Hann var bara búlið mig, sko. En sko, þetta line-up, ég horfa á þetta line-up, ég sé Blaster, Vizard náttúrulega frábær á síðast tímabili í sögu. Mozart, hann hefur komið með sífellt meira óvart. Og Pabo, minnst Pabo vera svona eiginlega einn mest spennandi leikmaðurinn í deildinni. Já, hann er svona nýkominn inn allavega. Hann er alltaf búinn að vera svolítið þú veist, hvað sem í kringu Faceit-senuna en á Íslandi, en hann er núna kominn í lið og það verður bara mjög gaman að sjá. Hann spilaði mjög vel í seinasta leik. Allavega Einar hrósaði hann mjög mikið og hann átti góð entry og bara, ég held að vera mjög góð leikur, sko. Þetta er náttúrulega spennandi leikur. Ó já. Í þessu liði, Beggi, hver heldur að sé toppmaður Demma? Heyrðu, ég ætla að hendi Mozartin bara. Hann var náttúrulega bara með 2 í káti senast. Já, honorable mention. En ekki svo gott. Það er minn allar besti maður Blaster. Já, ok. Það séu með honum í liði. ADR kóngurinn. ADR kóngurinn. Þetta er, þú veist, þessi gaur er að in-game líta liðið. Hann er að stjórnaði með harðri hendi. Aron Mímir og þú veist, hann er ekkert búinn að spila neitt rosalega mikið. Nei, en hann er einn af þessum gömlum, sko. Hann þarf bara að setjast í tölva og spila, sko. Þetta er bara trukkurinn. Já. Ég talaði við Viktor aðan og hann sagði að Aron væri að mæta 7 en ég efast ekkert að hann hendi bara í 20 bombu, sko. Já, það kæði mér ekki óvart, sko. Ef einhver er líklegur til þess, þá er það þessi ykkur. Hann var náttúrulega frábær á síðans tímabili. Já. Átti stjörnutímabili eða bara.
þótt að liði gera það svo sannarlega ekki. Já, hann var mjög segur. Sko. En þeir eru að byrja vissulega mun sterkar í ár heldur en ég gerði fyrra. Þeir sitja í öðru sætinu, FH. Nýtt line-up þannig séð með 2 nýja, 3 nýja. Nei, 2 nýja, fyrir ekki. 2 nýja, já. En já, Blaster toppmaður Demma. Tækifæri til að komast í 3-0 hérna, bara strax. Jafna Dusty. Það væri rosalegt. Halda öðru sætinu. Mikilvægt svo snemma á tímabil að ná inn þessu sigurum. Já, það byrjar sterkt, það munar um það. En nú FH í bili, förum yfir í IA line-upið. Þetta eru miklir hausar hér, Triple G, kongurinn, Hósider, Einar, Jón og Midgard. Mér finnst þetta rosalega spennandi line-up líka. Sérstaklega þá Triple G. Í hvert skipti sem ég senda á hann á Steam, þá var hann að horfa á demo. Það klikkar ekki. Ég er ekki hissa. Hann er alltaf með einhverja nýja smóka og eitthvað tré. Já, hann er rosalegur. Síðan náttúrulega Hósider. Valjú. Ekki búinn að spila mikið, en virkilega mikið valjú leikmaður. Einar Vakk. Þetta er svona nýspilari, allavega í deildina. Hann er náttúrulega búinn að vera í kringu senuna líka, en það er gaman að sjá þessa nýju spilari að koma núna inn í deildina, inn í lið. Algjörlega. Og sérstaklega að fara til svona yngjumlítar eins og Gísla eða náttúrulega Pabba með Blaster eitthvað svoleiðis. Algjörlega. Reynslubolta, þannig sé. Síðan Jón Vappinn í liðinu. Hann er næst besti Jón á landinu eins og ég segi alltaf. En þá kannski ekki við neinn rök að styðast í dag. Ég leyfi honum að taka titilinn á mér. Þetta er besti Jónin í dag. Og Midgard, geitin kominn aftur. Já, hann fekk nú að kasta göldurum og koma aftur í besta leikin. Hann kom yfir í betri leikin. Já, það er fínt maður. Just in time for CS2, það er bara þannig. Já, ég er ánægður með hann. Ég líka, sko. Já, þetta eru mikli kongar í þessu liði og ég er rosalega spenntur að sjá hana leik IA á móti FH. En IA, hver er toppmaður Demma hér? Ég ætla að hendi John, af því að hann klappaði mig líka saman senasta leik, sko. Já, það er svolítið. Já, droppaði einhverju uspu og einhver svaka jeppi, sko. Já. En svo sannarlega er það ekki Jón. Já, 0 for 2 hjá þér, Beggi. Já, það er Midgard. Já, ok. Spilaði náttúrulega mikið fyrir 3 árum, vil ég segja. Já, Fór síðan yfir í Valorant og við tökum honum fagnandi aftur yfir í CS. Já, því ég sá honum á listan með leikmenn, þá var ég bara ánægður. Það var bara gaman að sjá hann. Já, algjörlega. Og hann hefur engu glimt. Náttúrulega momentið og aimið á milli leikja mjög svo svipað. Hann fær svolítið, eitt sem hann fær úr Valorant og náttúrulega hann var alveg góður í fyrir. Hann cross-replacementið hans er alveg... Já, algjörlega. Gegn, sko. Það er alveg mjög gaman að horfa á hann spila, sko. Algjörlega. Og, reytingið hans og ADR-ið gefur ekki neinum eftir. Nei, tala fyrir sig. Já, algjörlega. Gaman að segja frá einu með bæði þessi lið. Já. Þeir eru bæði taplausi pistól. Aha, það er skemmtileg statík. Það var unnið öll pistólu sín. Það er... Og eitt lið hérna mun tapa pistól. Það er virkilega góða punktur. Einhver verður að tapa þig. En vítóið er leikur fyrir, Beggi. Ef ekki kíkja bara rakleiðis yfir í það. Jú. Hvert myndur þú vilja fá þennan leik? Herðu, Anubis átt. Já, ég er ánægður með það. Við erum að nóa því í bili. Núbdeldur leikur, er þetta Anubis-deldin? Já, Anubis-deldin, gamla góða. Það er spurning, það er fóð hendur út Inferno, áhugavert. Þetta eru bæði hérna respektbönn. Já, ég hugsa það. FH eru búin að spila vel í Anubis. Já. Og það er bara þannig með Gísla lið að þeir eru drillaðir í Inferno. Já. Þannig, þetta er bara respektbönn, sko. Algjörlega. Verður áhugavert að sjá hvað í Japan hér nú. Ég held að það sé líka respektbann. Já, en ég hafði samt haldið að þeir myndu vilja spila núk. Þeir eru vissulega núklið. Náttúrulega Triple G, ég hef spilað ótal marga leiki með honum í Faceit í núk. Já. Og það er auðvelt að spila með honum núk. Já. Hann er svo, því hann er náttúrulega yngri litur og eru svo góður í stöffinu. Hann er svo góður í núk að bara hlaupa út allt að stöff alla innalst. Algjörlega. Ég haldið að það væri kannski meira, ekki alltaf bara númer 2, kannski bara númer 3. Já, nákvæmlega. En FH eiga náttúrulega að velja mappið í raun og veru af því að í að byrja. Það fáum óupass út. Já, óupass út. Þegar ég var í Kortrygjum og spilaði fyrsta leikin okkar í deildinni á móti Triple G, Hósider og félögum í óupass. Við vorum að valdi við þá í byrjun og síðan
tóku þeir okkur í rear naked choke og kláruðu okkur. Við fengum ekki 1 vinnrándi síðtíminu mig. Já. En Insent tekið út af IA. Ég tek eftir, þetta er sömu bönn og hérna IA tóku okkur. Það er bara út með Anubis, Nuke og Ancient. Og það spurning hvort þetta sé bara vítói hjá þeim og velja síðan bara úr síðustu 2. Já, þeir vilja kannski þá fá Inferno en það er bara farið úr púl og þá setju upp með Vertigo og Mirage. Já, FH vilja spila ekki Mirage. Nei, það er bara Vertigo. Ég er að fara að taka og bróka blasterinn á eftir. Ég vil fá Mirage. Ég hef gefað þeim það, þeir sko pökkuðu Atlantic saman í Vertigo. Já, vissulega góðu punktur. allavega. Vissulega góðu punktur. Hálfleikur var mjög jafn en svo endaði bara, þeir lokuðu bara á Atlantic í CT-inu sína. Já. Og þeir eru kannski bara með mikið sjálfstöðstöðna og vilja fljúa bara inn í þetta mapp hér. Algjörlega. En IA eru örugglega mjög undirbúnir hérna sko. Já, þeir spila Vertigo og nóg að því. Já, þetta er náttúrulega Vertigo kynnslóðin sem er í þessu liði. Þetta er bara, ég held að Einar Vak sem er 400 leiki í hérna Vertigo. Einar fyrir ekki. Já, það kemur ekkert á. Já, hvernig maður Einar Vak? Það er ágætt að saga á bak við það. Hann heitir hann náttúrulega á Faceit. Við snertum kannski inn á því og eftir. Þetta er skemmtilega saga á bak við þetta. En já, Vertigo, við náttúrulega sáum Triple G í hvaða lið var það í fyrra sem hann var í Lava. Já. Skemmtileg fletta sem hann átti þar sem hann er að sko, hann kemur eins og gameskipin á bíð í terr, bara hoppar hann að færa einhver töfraflöss og það er bara komin inn á bíðsæt bara þegar það eru 10 sekúndur liðnar. Þetta er ógeðslega skemmtileg fletta. Var þetta rönnbúst eða var þetta bara, gunnaði hann bara áfram með það? Gunnaði bara áfram, fekk bara 17 flöss frá vinnu sínum og átti sætið bara skuldlaust á núleitni. Það var mjög skemmtileg fletta, hérna sjáum við þetta gríðarlega skemmtilega mapp. Svo heyrið á mér. Skemmtilega mapp, en það er bara to each his own. Já, ég er ekki mjög hrifinn af þessu mappi en eins og þú segir, to each his own og allt það. Ég hefði verið til í Mirage. Ég skil ekki alveg hvað FH, þetta er kannski eitthvað að nýju leikmennir í FH vilji ekki spila Mirage. Það gæti verið málið. Já, mögulega. Það er náttúrulega bara, já. Hefurðu spilað Vertigo í nýja leiknum? Nei, ég reyndar ekki, bara í limited testunni, sko. Það er alveg vonlaust, sko. Það er bara eins og það er standið í Vertigo í nýja leiknum, allavega í limited testunni. Ég hef ekki prófað það í official og release-inu, sko. Það er, náttúrulega hljóðið í CS2 er búið að breytast þvílíkt mikið. Já, kannski er þetta bara eitthvað galli í haustum að maður næri ekki redstera því maður er svo vanur hinu. Já, maður er náttúrulega við erum búin að spila CSGO í 10 ár, ef ekki meira. Já. Og hljóðið er svona, maður er orðinn vanur því hljóði. Já. Ef ég væri að fara inn í nýjan leik, þá myndi ég segja að hljóðið í CS2 væri geðveikt. Já, jú, að vissu leyti, en það er alveg, þú veist, eitthvað tekur eins og við vorum að tala um á þann, þetta mun taka smá tíma að lagast og algjörlega. Það er jafn gott og góð. Já, náttúrulega ný hljóði í glokkunni, hún hljómar svo túttubissa. Galil. Já, nýtt hljóði í mollanum þegar maður er að deyja honum. Já, það er þetta svolítið skrítið. Það er mér ábyrgandi, það er alveg svona þægilegt hljóð. Já, ég var að spila Faceit með einhverjum, matchmaking í CS2 og það stóði einhver í molla og hann sagði að hljómar eins og að séu snákar að bíta sig. Það var skemmtileg myndlíking, sko. Ég var ánægður með það. Mjög góð myndlíking. Bara leið og hann sagði það bara, já, það er alveg rétt hjá hann, sko. Hann er að sneikast í miðunni. Já, en já, þetta er svona skemmtilegt mapp til að horfa á. Sérstaklega, já, IA, þeir byrja á terri, ég gerir þá ráð fyrir að, nei, býtu, IA byrja CT. Já, ég er með all lóðrétt. Ég gerir þá ráð fyrir að IA hafi unnið hnífa og já, við ættum að fara live svona hvað og hverju gerir ég ráð fyrir. Það er teknísk pása. IA vann hnífa fæ ég eirun akkur núna. Ég var að búast við skemmtilegum hlut í dag en það virðist þú ekki vera. Ég var að horfa á ESL í gær og þá voru mótið var þvingað til að spila á demo-viewerunum líka, en það voru allir fastir með P2000 og A4 default lot. Þeir gátu ekki breytt, þannig það var svona smá spenna, sko, en ég sé að það er allir með uspu, hún er alltaf bara superior byssan í þessu leik. Ég viðurkenni það fúslega, ég valdi P2000 í CS2. Já. Mér finnst hún, það er eitthvað breytt. Sama hér, ég hef notað P2000, mér finnst uspan bara vonlaus, en það er kannski bara eitthvað í haustum á mér, líklegast. Já, það gæti verið það. En herru, við erum bara að fara live hérna í Vertigo loksins, mögulega síðastu 3 leikinni í kvöld í CSGO í þessari deild. Kemur ljós
F.A. þetta bara að byrja hennar hratt á aðeinu. Já, F.A. herrlega bara ná gula og það strax, en hér fáum við bara IA í andlitið á þeim 3 menn þar og það er alltaf alltaf F.A. megin. Klassíska planið að vantaði bara flassið hann en Blastir fær svaka túkki á tekkunum með það. Til að Blastir á tekku með armor, þetta er stór hættur, hann er komið 4. manninn! Eisni hérna, Addi er kóngurinn. Það er byrjað á sprengjubeggi og Midgard segir nei takk, ekki meir Blastir. Getur Midgard bjargað þessu rándi einn eftir á móti Wizard og Mozart. Hann er kitt ósmók, þetta er stórhættulegt fyrir F.A. hérna. Þetta er nefnilega stórhættulegt, hann reynir í þetta. Nei, hann er fyrir gegnum smókin óvart. Hann dingar hann í gegn, nei, heyrðu, ok, hann gerði það. Þetta er Valorantinn, sko. Þetta eru nokkur ári í Valorant, það sem að ratar ekki alveg í smóknum. Bara... En það er allt í lagi, Midgard gerir heiðarlega tilraun til að berga þessu rándið tilbaka, en F.A. þeir vinna pistóli hér. Þeir eru núna ennþá taflausir í pistól. Raidbossinn og Blasturinn hann með tekkun og hendur í 4K, þetta var fallegt og mikilvægt annars, sko. Þeir fengu ekkert flass en náðu þessu samt. Já, þetta er ekki maðurinn sem vilt að byrja sterkt í leik. Nei. Bara alls ekki. Triple team eða Mike 10 framalega í miðju grenu, þannig að flotta grenu í miðju frá Hossiter gerir ráð fyrir. Grjótart kaup á móti hana, 2 MP9 og 3 díglur. Algjörlega. Þessi grena getur verið virkilega góð. Midgard. Jón er að stimpla sinni í leiki með deglunni. Tekur hausinn af Mozart neðst í B-rampinum. Það var æsandi, sko. Og Mozart var með AK, fulli út til. Það er rándýrt. Það er spurning hvort það er sækja hérna byssuna eða hvort það er hérna... Sítja hann er sækjana. Nei, hann er Viktorinn undir hann eitthvað að reyna að passa hvort allavega. Mögulega vilja ég ekki taka sénsinn á hann á í byssuna og missa mann við það. En mér finnst þetta að vera svona frekar nýr spilastíl hjá þessu line-upi F.A. Blastir að taka svona nýjan spilastíl inn í... Þið hétu náttúrulega viðstöðlausir. Já. Eða viðstöðlaus. Já, og voru það svo sannarlega. Og þetta er svona frekar nýtt. Það komið smá ægi í þá, það er fylgða. Þú ert farin að spila rólega og ekki að drífa sig of mikið, eins og við segjum hér. Fáðu smókurinn konur fyrir sætið. Setja pressuna strax á sætið. Ná engu fraggi kom inn á en bomban að fara niður. Bomban að fara niður. Blastir hendirinn í jörðina hér. Núna verður leikurinn erfiður fyrir IA. Það er spurning bara að ef þið fá ekki killan á næstunni bara að halda, sko. Jafnvel að sækja AK-ina. Pabbo droppa flassi yfir. Það gerir ekki til. Það er alltaf falla með IA hér. Eða hvað? Kneftir! 1 og 3! Fá að sjá okkur svakaleitina. Ef einhver lifir þetta af, þá er á Blastir en allt kemur fyrir ekki. Hann fellur hér. Vá. Það var ósnemma hjá mér að segja save, sko. Algjörlega. Algjörlega. Það hefur verið svo mikið gíslamúf, sko. Já, algjörlega. En IA að tryggja sér fyrsta rándið í Vertigo í fyrsta leik kvöldsins. 1-1. Já. Bara, og nú kemur stór ákvörðun hvort að F.A. ætla að svara henn að kaupa, en já, þau gera það. Já, algjörlega. Kannski eina rétt. Fullkaupa ekki, jú. Fullkaupin af Viktor, nei, Mozart á fyrir Vappa. Vappinn, gleymum því ekki. Það þarf bara að vera Vappa í næsta gunnrándi. En F.A. þetta er stórhættuleg lið með pistol. Stórhættuleg. Já. Og hvað? 3 tekkurinn og 2 díglur. Víslætturinn á díglunum náttúrulega stórhættuleg og koma inn upp. Blastir finnur entry, hann er bara á eldi. Svo nálægt hann á öðru. Og Pabbo tekur upp hanskan fyrir Blastir og búinn að finna 2 hér. Einar fellir Mozart í miðjunni á sama tíma en bomban er komin niður á aðeinu og allt í einu í IA bara 2 eftir á móti 3. 2 byssur hann líka hjá þeim. Við erum með Colt og AK. Algjörlega. IA er í hættu. Leikurinn erfiður fyrir IA, Midgard og Einar. Smókurinn í mólan góður hjá Viktor. Hann lifir ennþá sandbags. Plus F.A. þetta ætti að vera safe hérna hjá þeim, sko, nema Einar fari í eitthvað klikka play hérna, hendi sér í defið. Aldrei að vita hvað þessi gaur getur gert, en Wizard hér við Einari. Vel gert hjá Einar, nei, Wizard að staðsetja sig þarna og bara útiloka defið algjörlega. Með diglunum verður segja. Með diglunni. Gekkja, vel spilað. Já, Wizard að bjarga þessu rándi fyrir F.A. og staðan er 2-1. Og ætli að IA kaupi í tilbaka hér. Svo sannarlega. Þetta vil ég sjá hjá F.A. sko. Bara Blastirinn áfram og bara leiða teimið, Pabbo eftir hún, tekur rífrakinn, tekur svo annað. Algjörlega. 3 kill strax komin, bara leif. Algjörlega. Pabbo teipar við bakið á Blastir og það er þetta málun. Það er svoleiðis. Sjáum við Blastir
hendur öllu, hann vill ekki hafa neitt stöf á bækinn á sér, hann vill geta að fara að endrija eins og hann vill klára beltið en á sama tíma þá er FH að labba í B-lobbyið, komni í B-stíðan 2, 3, 4 hérna. Klassist execute bara. Midgard á sætinu, hann hendir smoke hér sem er bara allt og sen að koma Midgard, hann er bara forseðar á sætinu, hérna koma FH. Viktor með 2 frábær entry, góð flash hjá Pappo hérna. Og núna viltu bara halda byssum ef þú ert í að... Núna þurfa þær að halda, þeir þurfa að gefa þetta eftir, þeir eru ekki með kit, þeir eru búin að taka algjörlega sætinu og það er mjög mikilvægt að halda hérna. Ekki vera að patta statsina, bara halda. Alls ekki, þú vilt eiga þessa byssur yfir í næsta ránd, þú vilt eiga séns í næsta ránd og eini sensin í næsta ránd er að halda þessum byssum. Góð, frábær entry hann hjá Viktor, eins og ég var að tala um aðan. Hann er, þú veist, ef hann fær að entrya þá er hann bara, hann tappar menn niður, sko. Já, algjörlega. Náttúrulega allir í liði FH eru svona líklegir entry. Já, rétt. Þú veist, það er engin, ég get ekki hort á neitt leikmann í FH og sagt þessi gaur getur ekki verið entry. Það er þetta mjög góðu punktur, sko. Já, þú veist, þeir getur allir bara, já, ég get entryað, engar ágjur. Það er kannski stór kostur við þetta lið, sko. Já, bara... alveg sama hver er með spónið, hann getur entrið. Og FH næla sig í 3. rándi hér. Spurning hvort að IA forsi með þessu kaupi, eða með þessu business. Já, alltaf 3 byssum, droppa 2 MP9 minn örgulega. Já, það kemur ekki mikið óvart. En síðan kemur það mér heldur ekkert óvart ef að Gísli myndi kolla einu, spurum bara peninginn. Reynum sjáum hvað við fáum. Þeir gera það er rétt. Þeir halda þessu, þeir eru með 24 í lossbónus, ætla bara að kaupa í næsta rándi anyway. Já, þetta er ekki galin ákvörðun. Nei, FH líka kaupa í næsta rándi eða þeir tapa, þannig þetta verður bara bardagi economy, sko. Já, algjörlega. En hérna er það að slást rampin í að menn og FH. Það vill enginn gefa upp rampin, við sjáum allar byssunar að megin. Og þeir verða að taka fætin, þeir verða að nýta þessar byssur. Já. Hér Eitt flassamt og það er allir döður. Það er nefnilega málið. Bara Gísli hérna, ná okkur svaka playið. Það er alltaf falla í að megin, hér eru búin að finna 2 Mozart og Pappo heldir. Og þetta er akkurat það sem að IA þurftu. Nú þurfa að ná okkur makkkontról á móti, það eru bara 2 tilbúinir í miðuna. Einar í geggjaðri possession. Einar er í höfuð leðrið á Mozart en hefur samt ekki betur á mótunum en þetta bara með uspuna. Einar okkar svaraði þessu róndi með 2 frábærum killum. Og þetta getur skipt höfuðmáli upp á eftirbandi að gera Blaster og Viktor. 2 eftir á móti, Triple D, Hósitur og Midgard. Hvernig fara í rítækið. Jútilið virkilega snustilega gert hjá FH. Flott jútil. 1 flash. Blaster hann í gullni stöðu! Gamli góði Blaster en ég fekk bara flashback frá einhverju lani sem hann tók bara 5 ace bara í gegnum smoke, sko. Það er nefnilega málið Blaster að stilla sig virkilega vel upp hann að baka smókinn. Jútilið eins og ég sagði frábært og þetta ránd fellur til FH eftir að þetta leit út fyrir að falla IA megin alveg eftir fyrstu 2 entryinn sem að fjallu IA megin. Já, bara FH eru á róli, sko. Þeir eru lúkka bara mjög vel drillaðir hérna í Vertigo, sko. Algjörlega. Þeir eru bara með mikið sjálfströst líka, það er sérstæðlega á þeim, sko. Algjörlega. En út af því að IA spurði í síðast rándi þá ég kaup hér. Það er ekki frábært kaup en kaup samt sem áður vantar örlítið upp á til að þetta sé alveg full kaup. Já, við sjáum hérna að FH eru samt komnir á vappan. Já. Þetta gæti orðið svolítið brött brekka fyrir IA ef að þeir taka þetta ránd hér, sko. Já, ef að Mozart er að fara að mæta með læti á appanum í þennan leik, þá er þetta stór hættulegu leikur. Já, það er alveg rétt, sko. Hann er innan með spawn, hann tekur af-píkið. Það er allar líkur á því. Mozart er kannski fylgjast með honum hér í entryinu. Sjáum hvort hann fái eitthvað. Ég veit að IA-menn þeir vilja feysa rampinn svolítið. Skemmtilega uppstiltur fyrir kranapík. Sér næstu því í sérleikmanni droppa. Heyrðu. Fær boost þarna eða hvað? Nei, hann er bara að taka línuna. Hann er ofan, alveg rétt. Þú sé að leita á sjortinu. Já, samt að svara strax og bara halda rampkontrólinu, þeir eru ekki hræddir við það. Já, algjörlega. En sjáum svolítið þeir að spila hérna 2-1-2, eða svolítið þeir eru hræddir við miðinu aðeins, sko. Já, algjörlega. Skiljanlega á móti þessu liði, ég væri hræddur alla stöður. Það er svoleiðis. Við sjáum að þeir eru líka 2 í miðinu, Blaster og Einok, eða þeir eru nú að snúa við. En Einok virðist eitthvað halda stikkað hann miðuna. Já, Einok hann vill svolítið vera svona þessi lörk leikmaður. Við höfum séð það í gennum tíðina. Vizard, Einok sem við umræðir
Náttúrulega frábær leikmaður síðast tímabil var eitt af því betra sem hann hefur átt í deildinni. Hósittir, þeir getur verið í veseni hér. Papó hittir ekki skoti. En hann í krúsalstöðan Gísli, sjá hann ekki. Hún koma sér virkilega vel fyrir. Þeir gera enga veginn ráð fyrir honum. Þeir eru engi múin að glýra sandbags. Triple G. Hann... Viktor svarar þess allavega, bara segir nei sko. Triple G að gera rosalega mistök hér. Þetta alls ekki það sem að menn þurftu á að halda. Voru manni undir, ég með hefði bara taka áhættuna hann og leifa hann bara að koma framjá. Það ólíklegt að einhver sé að fara að horfa hann að tíðin sko. Já, úr því sem komið var, þá enginn að fara að klíra sandbags, bara að spila rólega, en það mjög auðvelt að vera gáðaður hér. Já, það gleymist. Það langt best sko. Það gleymist, en FH, þeir eru að standa sig virkilega vel. Þetta virðist vera annað lið heldur síðast tímabil til dæmis. Blast bara með á í ól, það bara lúkka þannig sko. Það bara mjög vel gert til þeim sko. Algjörlega. Það mikilvægt að þeir haldi og þeir grilla ná því. Þeir þurfa að ná stjórn á efnahæðinum aðeins. Þurfa að halda í vertigo. Þetta mapp sem að fer mjög illa með peninginu á CT og þú þarfst að nota svo mikið út til. Já, rétt. Og þú vilt eiga pening. Kemur virkilega mikið óvart ef að kaupi hér. Gott eða það ekki bara pistlur og róli hitt. Þeir verða rólegir hér sko. Þeir setur örugglega pressu á rampinn. Smá fake pressu. Nota þessa 2 AK sem þeir hafa í höndunum á Midgard og Einari. Reyna að nýta á eitthvað sniðugt. Lappa kannski miðju. Það geti verið eitthvað. Fá eitthvað stöð fram. Herru, Gísli kominn á armor. Það eitthvað kollina. Eitthvað það. Spurning hvort það tæki pistlur eða hvort það sé fullkaup. Ég vil fá vapp á Jón sko. Já, algjörlega. Já, droppar hérna MP9, fáum diglakassu hausi. Diglu. Jón kominn á P250, hann vill fá vappan hérna. Það crucial í þessu mappi sem CT að vera með vappa. Já, og góðan vappa. Jón, hann virkilega fær vappi. Já, og sérstaklega í vertigo. Ég fíla rosalega mikið að spila með hann í vertigo. Já, algjörlega. Diglarmur hérna á hausi og P250 á Jón. Full money bonus. Mozart, hann fær smoke í andlitið. Taka mismunandi línur, það vel gert hjá honum. Algjörlega, þetta Papó, þetta eiginlega mest spennandi maðurinn í deildinni fyrir utan kannski 2-3 leikmenn í Tension. Já. Hann trónir hann uppi með þeim. Virkilega spennandi leikmaður, en FH eins og varst að vara komin á að labba miðuna hér. Þetta bara að breyta alveg til hérna. Einar býst við þessu, alveg tilbúin í þetta pík, Viðsard, feldur. Sjáðu Triple G. Hann með allt infóið. Allt infóið heiminn hér og þeir gera ráð fyrir í Triple G. Hann í vesinni, fær núna 2 leikmenn á sig. Það einu. Blaster, rífrakkar leið. Það mátti ekki miklu munna þannig. Þetta samt alveg vel gerilegt fyrir þeir eru með 2 byssur, 2 flöss á Einari, eina það bara að halda sér á lífið hérna. Og þeir eru vel staðsettir í akkurat þetta. Já. Ef að FH halda út miðuna hér og fara á B-ið, þá getur þið verið miklu vesinni. Hvað er Blaster að gera? Hvað hann á mappinu? Já, hann kom bara til á B. Já. Þeir getur verið að fara í stóra gildur hérna. Þeir eru heavy stakkaði B-megin. Lítur út fyrir það, en því meira sem að tíminn líður, því meira eru þeir að fara að hallast að A-inu í að menn. Góði smók. Smókinn nullar Jón út þarna en vappinn í þetta endri hér. Getur við sem hýtti ekki skotinu Mozart. Þeir eru samlokaðir inn. Midgard verður að lefa hér. Blaster finnur endrið, leipur inn á sætið. Það bara punkt og seg. Hvernig finnur Blaster þetta kill? Það ekkert nema smók sem hann sé þarna. Samt finnur hann Midgard í genn smókinn. Smókinn ekki góður beggi. Hérna gera bara skaða, gera skaða. Nei. Það engum virkilega vel gert hjá IA. Úr því sem þeir höfðu bara 2 AK og keypti eitthvað örlítið með því. Tóku rétt ákvörðun að stakka bíðana, gáðu bara af við. Algjörlega. Voru með Einar tilbúin í glugga, Einar með svakalegt 3K. Þetta var bara krúsal rámt hjá honum að finna viðsættan í miðunni og svara sér svo á bíðinu. Algjörlega mjög mikilvægt. En núna fáum við vappan í hendurinn á Jón. Það er spurning hvað hann gerir með vappan. Við sjáum að efnahagurinn í FH alveg í ómutjóni. Hann í vesinni. FH hér á fyrsta randi hér. Tekkur gula og Triple G stauraður og það Papó líka en Papó hefur bara betur Hósittir. Hann tilbúin í rífræki, finnur einn. Finnur annan Viktor feldur en Mozart svarar leið. Jóni feldur vappinn dauður en Hósittir lifir en ekki mikið lengur. Það sem crisp 3K hérna og þetta setur þetta í 2-2.
En maður í bak sýnist mér, já, Midgard, hann svolítið seitt, en... Það má alveg taka sem tíma úr því sem komið En þá var það Midgard í bak hér, sér hann Wizard upp á sitt og það gerir hann. Crucial kill, Spraycontrol með A4 og BOOM! Það mátti ekki miklu muna, hann hefði mistið þetta í algjört spól. Þetta var gott Spraycontrol og bara Crucial að vinna þetta round. Það bara að finna vappan hér, mikilvægt. Hvar hann? Já. Vappinn kominn í hendunar og allt gott. Jón fær vappan aftur. En IA svara svolítið leið sem mjög mikilvægt fyrir IA. Vilt ekki tapa stórt sem CT í þessum mappi. Þetta vissulega terma. Ég leiði mér að segja það. Ég myndi bara segja að þetta var splitt. Það fer bara eftir hversu góður CT-unir eru. En þetta getur verið rosalega mikið snowball-map fyrir terranum. Algjörlega. Eins og talaður áðan með efnaðinn. Herri, það rönnbúst. Ég fíla þetta svo mikið. Wizard, hann flýgur í að sér hann enginn. En Midgard hefur samt betur. Midgard og Einar fella 4 leið. Það mátti engu muna að Wizard hefði náði ykkur ótrúlegu þannig að það hefur verið svo típist Enok að bara hoppaða niður með diglun og sengla 2, sko. Hann náttúrulega bara með betri diglum á landinu, sko. Já, algjörlega. Hann hefur gert ótrúlegustu hluti með þetta diglu. Mozart fær grinu í andliti hér. Maður fer á retake, skilur, á Rísi-servera og Enok bara með diglu alla lengi. Það bara alltaf þannig, sko. The disrespect is huge. En þetta var geggjaplan samt. Þetta var virkilega skemmtileg fletta. Hefði verið gaman ef Enok hefði náð ykkur í Wizard, hefði náð ykkur í killið þannig. En við sjáum svo, FH alveg búin að æfa nokkra hluti hérna. Það ekkert bara, þú hoppar bara ekkert í face og hendur í heyru í sér römbústa. Það svona 70% líkur og dettur út af, sko. Þú veist ekki hvað það gerir. Algjörlega. Það fer ekki milli mála að FH þeir eru búin að spila svolítið mikið saman. Allavega í þessu mappi. Það gler, það vappa. Og leggar hann. Jón leggaður leið. Mozart hefur betur eins og en hér kíkir hann og hann hefur ekki betur í þetta skiptið. Mozart, hann fljótari á takkarum. Aggro repick sérstaklega eftir að hafa verið leggaður. Já, kannski hafði hann á tilfinningunni að hann væri búinn að bakka úr þessa línu. En Mozart tók náttúrulega aðra línu, sko, í þokkabóti. Já, algjörlega. Byrja á neðra línu og endurstilt þessu upp í hinu línu. Kannski að búast þessu repicki, bara vel gert hjá Mozart. Já, Mozart að spila virkilega vel úr þessum vappa. En hér Midgard, hann gæti verið að detta í veislu. Hér 4 leikmenn að koma með bakið í hann. Hann finnur 2. Mozart, nóskópar hann. Í gegn. Eins og Mozart gerir. Smókurinn. Þetta tækifærið til að opna upp sæti. Þarna þurfa að koma stratturinn á sæti. Vita maðurinn framalega þá eiga þær ekkert info. Algjörlega, smókurinn ekki góður hann að hægra megin. Gæti skilið einhverja glufur eftir fyrir IA en svo virðist vera sem að Triple G að flassa inn eða hvaða, nei. Hann að leita lörkinu, sko. Ekkert lörk hér. Og flass, búm. Það segði gott en ekki nógu gott. Pappo staurblindur hér. Fallegt repick hjá Pappo. Pappo að gera allt rétt hér. Triple G núna 1 eftir á móti Wizard og Mozart. Það var, mér fannst það fínt retake planana hjá þeim en ég hefði viljað sjá mollan fyrst og svo flussin, sko. Ég hefði bara verið til að sjá Triple G með þeim. Já, mögulega, en það var einhver að flassa á þeim, það er alveg, og mollar þá þvingar að gera strax út. Hann var alveg með, hugsaði að hann getur verið quad. Algjörlega. Bara flassar fyrst, það er, kannski voru þau bara óhraðir þarna hinum meginn. Það geti verið stressið mögulega eitthvað að ná til IA, en 6-4 staðan fyrir FH í Terr, í Vertigo. Þetta hnífið af leikur, bæði efnahaginn eru ekki góðum málum. Þetta er rosalega mikilvægt ránd hérna til að ná stjórn á þessu leik. Bara sá sem vinnur þetta ránd er að fara að vinna hálfleikinn. Það er nefnilega málið og Jón tekur vappan hér, ætlar hann að kíkja djúpt aftur, aldeilis ekki. Hann tekur ekki sénsinn á því Mozart. Hann er á eldi hinum meginn á vappanum. Hann fekk mollabögg hérna, ég held að myndi fá eitthvað kill, sko. Það hefði ekki komið mikið ávart. Jón núna, kíkja, ekki nógu djúpt. Agaður. Hann veit hvað hann gerir mistök á hann þarf að bíða núna. Algjörlega, smókurinn er góður, fossar FH í að bíða aðeins meira. 1:20 klukkunni. Wizard aðeins að leita í miðju, búinn að smóka út. Einar hinum einu smókin, tilbúin í allt. Wizard bakkar í miðjuna og þeir ætla bara að hitta aðeins sínist mér úr þessu. Þetta er mjög vel gert hjá FH, þeir eru búin að nota mjög lítið af stöffi og þeir eru búin að þvinga í að nota rosalega mikið af stöffi. Algjörlega, þannig að sér Triple G í allavega 1 leikmann neðst í rampinum. Hann þóri kíkja aftur, trúi ég, hér. Jón, það stimpla sig inn á vappanum, búin að finna 1, finna hann annan. Triple G svarar einu killi, treytaður út á Mozart, mollaður út, hérna verður hann að fá 1 kill. Virðinni, verður hann, já, finnur þetta skot á blaster, glæsilegt skot en mollin drepur í Jón. Angul. Þetta var rosalegt skot.
Jón líklegur til alls. Þetta var æsandi skot, sko. Ó já, Vá. en það var bara Papo og Mozart 2 eftir á móti, Hósiti, Midgard og Einari. Sniðugt hjá Einari, býða þetta með flörkið, bara leyfa hinum að gera mistök, ekki hlaupa í killinn. Leifa þeim að svitna aðeins, núna kemur plantið niður og þá fyrir Einar af stað, Einar í bak. Beint á stað hérna, finnur Mozart, létt kill. Algjörlega, og þá er það bara Papo, einn eftir, finnur einn. Vá. Ekki mikið meira en það. Það hefði ekki mikið þurft að falla með Papo þannig. Það er svo mikilvægt fyrir Jónana að fá 2 kill í þessari stöðu. Það er bara, hann er framalega, fær kill á mannin sem er að endrja og fær svo einhvern veginn kill á mannin og sandbak. Það var skítugt skot. Og hann er mollaður. Hann situr í mollanum þar til hann á svona 20 HP og nær samt killinu. Þetta var, Algjörlega, hann er að gera allt rétt á vappanum hann Jón. Hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera. En Einar breyta random hérna. Já, þeir eru að klóra sér tilbaka. Mikilvægt, mjög mikilvægt. Sjáum hvað svo, 2 smókar, 2 flush, ætla að sé eitthvað hratt plan. Þetta er ræklegt aftur í pistolrándið. Það er uppgula með tekkur armor. Og Hósiti spottar þetta allt, getur kollað þetta leið. Gísli, Triple G, hann er í vesinni, finnur engan en mollin er hins vegar mjög góður. Góða mollin samt. Mozart komið fram hjá, hann vippar á Jón en Jón flikkar á hann. Mozart var í svo góður stöðu þarna. Það var svo nálægt í að vera algjör chaos. Vissart, hann er á mínivappa með stiklu. Þetta er strax komið í 3-3. Já, þetta er orðið vesen fyrir Ía. Það er þessi drengur hér, Vissart með deglu. Þú vilt ekki vera á móti þessum guður þegar hann er með deglu í höndunum. Þurfa að vera smart hérna. Ía, það er bara ekki gefa neitt. Sparið stöffið ykkar. Notið þetta saman. Algjörlega góðu smókur þarna til að delaya þessu ennþá meira en það er mínúta eftir á klukkunni og það er erfitt. Setur FH í ekkert mikið verið stöðu. Ekkert mikið. Einar er rosalega aggressífur. Hann getur fyrir 2K eða bara gjörsann að tapa þessi róndi. Finnur þetta. Gísli með honum vel gert. Nei, ekki Gísli fyrir ekki. Einar Hósitir. Gera allt rétt hér. Viktor allt í búin að lappinu á sætið fyrir ekki smókin en Það hefur rétt svo sést í hann. Það hefur sést sennilega í vappan. Vappinu er náttúrulega 7 metrar á lengd. Má ekki gleyma því. Prikki hefur staðið út sko. Bara, ég veit náttúrulega ekki hvort hann sá Midgard eða ekki, en ef hann hefði séð hann bara gunna eða reyna að finna kannski byssu af Ía. En það er alltaf að kaupa eftir hérna mjög mikilvægt ránd. Algjörlega hnífjafn leikur, staðan er 6-6, það er allt í jafnum. Bæði liðin ekkert í sérstaklega góðum efnahagsmálum. Það er nefnilega málið, þetta er hnífjafn leikur Ía í örlítið betri málum peningalega séð. Það er 3.000 skall á 2, 2.000 skall á 2. En þetta ránd mun breyta töluvert miklu upp á leikinn að gera, hvernig útkoman verður í hálfleik. FH er með loss bonus. Já, þeir eru með full loss bonus, eða ekki? Alltaf eftir þetta, en við sjáum að þeir eru svolítið að breyta til, fara miðinn og fara að þetta er, nú kemur bústa líklegast eins og áðan, nei. Spurning hvað það er bústi, það. þarna, akkurat. Engin Einar til að hausa hann þarna, en engin að feysa miðju hjá Ía. Þetta geti verið opnunin sem að FH er að leita að. Sjáum að Midgard er aftur komin inn í hérna bístegan. Hann er mjög framan. Þetta smá klúður þessi molli en smókin. Var þetta friendly molli? Já, þetta var nefnilega friendly molli. Blaster hérna finnur Midgard og þetta setur Einar í mikið vesen. Þarna, þetta var gott call hjá þeim. Þeir virðast taka eftir í tapa miðinu og reyna að fá eitthvað info á móti, taka bílópið, en Midgard er að labba þarna einn áfram og Einar droppar og þá er hann tilbúinn fyrir honum. Algjörlega. Já, gera mistök hér, en þetta er hins vegar ekki mistök. Þeir eru búin að finna einn mann hvor Jón og Hósiter. Hósiter hins vegar feldur. Núna er Jón einn eftir á móti Papo og Blaster. Jón með vappa í höndunum og hann er bara að halda. Já. Hann vil ekki sjá þetta. Hérna höldum við og það hefur aftur gott kaup. Algjörlega. Þeir eiga hérna, þeir eiga bara fulla byssur. Hann droppar Famas og þeir eiga fullt kaup. Það er þannig. Eða kannski mjög smú stöf. Já, þetta verður erfitt kaup en ágætis kaup. Virkilega snyrtilega að spila hjá FH, fara 4 í miðjuna og Blaster í lörkinu mjög leitt. Jón, hann verður að... Þetta er rándýrt fyrir Jón að missa vappan og Papo, hann finnur vappan. Herðu, býttu. Dó allir hjá FH? Já. Nei. Papo liði. Já, nema Papo, allir hinn í dúu. Já, það er allt í lagi. Allt í lagi. Já, þeir voru 2 eftir hana, ok, já. Það var mín mistök. Já, en FH
að sigla þessu rándi virkilega snittilega gert og þeir kaupa í þessu rándi eins og verða að gera. Já, ég ætla ekki að gefa hálfleikinn eftir hérna. Þeir Alls vilja ekki. vinna hennar hálfleik. Þetta stórt gambúl. Og þeir eru 4 amein, triple T. Onway Molly. Keyrir niður. Nei, fer ekki alveg niður rampið. Situr niður í smók, ofalega rampinum. Gæti náð einhverju leikmönnum off-guard. Mid-guard, off-guard. Það eitthvað. Þetta nú skemmtilegur orðaleikur. Herðu, næstu með pikkja þarna. En Triple T situr bara niður rampinum og finnur vappan. Vá, það er alltaf alltaf F-megin hér. Papo og Viktor. Þeir eru með puttan á púlsinum. Þetta var ekki worth trade. Og svo bara í lokar Papo og svo fært þægilegt túkið hana, sko. Algjörlega. Og núna eru það bara Einar og Jón eftir. F.O. er að gera mjög vel hérna. Þeir eru alltaf saman í hóp. Það er bara, ef einhver deyr þá kemur trade og það er alltaf í alltaf gott fyrir terran að trade one for one-ina. Og þetta lítur ekki vel út. Núna er Jón eftir 1-4 og það er vesen. Já, það bara lítur allt út fyrir að F.O. ætla bara að vinna hennar hálfleik hérna. Byrja þetta vel. Þetta geti endað í 9-6. Já. Sem er bara virkilega líklegt meðan við kaupið sem að IA verði með í næsta rándi. En við höfum eins og að séð IA taka ótrúlegustu pisturránd. Já, svona force ránd. Jón, eins og segi, það er mikilvægt að halda hér. Og Jón er að gera mjög bara smart hérna þeim rándum sem hann er að halda, sko. Hann bara setur effort í að halda. Það er mjög mikilvægt í Counter-Strike að þegar hold calli kemur þá ertu búinn að gefa frá þér rándið og þú verður að halda. Algjörlega. Það er engin tilgangur í að finna kill nema þú sért kannski terri. Nákvæmlega. Viktor alltaf ekki þegar neina séns að kasta molla á bombuna. Hann tekur engan séns. Við sáum Ninja Diffuse í síðustu umferð. Já, Kalli, vá. Það var rosalega vel spilað hjá Myndigri í stað. Ja, Kalli litla Kallamúi, hlaupinn og sæti nósum að gæðin og deffa bombuna, sko. Þetta var rosalegt play hjá Mini og já, F.A. þeir ætla ekki að láta gera það við sig hér í kvöld. Það er á hreinu. Ekki 2 Ninja Diffuse í þessari umferð. Nei, það hafði... Alltaf ekki fyrstur í minni. Nei, það var ekki gott. En kaupið hjá IA, það er alls ekki gott. Það eru 3 deiglur, Mac 10 og Colt. Blaster byrjaði leikinn mjög vel en nú er Papo að stimpla sig almennilega eina leik. Komið 12 frögg. Algjörlega situr Blaster á 12 kilum. Papo búinn að gera virkilega vel en þetta er ekki þessi stóru kill finnst mér. Þetta eru svona... Þetta er ekki killin sem að skipta öllu máli. Já, allavega áðan skiptuðu máli. Já. Það var krúsal að fá þetta túkið hann í brekkunni. Þeir voru allir að feysa og þeir bara lömdu á niður, sko. Algjörlega. En sama vörn aftur hjá IA 3 amein. Ekkert stöð vilja fæta þetta en ég held hann að sé hann sambaks. Já, kemur út, fók, Gísli verður að fóta. Alltaf falla IA megin og núna er allt í hennu bara Vizard. Allt í hennu 1 eftir á móti 4. Það er vesen. Bomban liggur, það er allt í rugli fyrir Enoch Vizard. Það lítur allt út fyrir að vera bara 8-7. Samt F á vinnuna, fyrir stöðunina hálfleik. Það gera það nú með 8 rándin. Naumlega eru þeir að vinna þennan hálfleik. En IA gera virkilega vel hér, Molli. Hann kannski miskildi hvað hann var, ég gefa honum það. Ég lefa honum að njóta á hans. Algjörlega reynir í eitthvað á fengul hérna og á plötunni á brúnni. Hann búist að Gísla hana þegar Gísli var hérna á hann. Já, finnur engan hér framalega en hinum einu ekkin eru 3 leikmenn að horfa niður. Það fær ekki skotið mætt, sko. Já, snyrtilega gert hjá IA í þessu síðasta rándi í hálfleiknum. Já, bara vel svara hjá IA eftir að hafa byrjað í skítnum, sko. Þeir byrjaði þarna 1-5 og ná að klóra svo nokkur rándana tilbaka sem voru öll frekar klós, sko. Algjörlega. Þessi leikur hefði alveg getað farið í IA megin, sem sagt, hérna, þeir eru alveg getað unni hálfleikinn, sko. Já, algjörlega. Hérna fá að sjá, hvað? Gísli á náttúrulega stöffinu, auðvitað 4 armor og P250 á midgardinu, ætlar hann að tappa eitthvað niður. Sjáum hvað að gera þarna. Yfirgnæfandi líkur á því. FH fóru B, hvað gera Amina í að fara líka? Er það bara sama pistol? Já, ætli það ekki. Það er Silencio hér, það var allir hljóð. Þeir ætla að lefa midgardi bara að pikka þennan og fá entry. Já, náttúrulega raid boss með P250 og armor. Vill leifa honum að leita. Fallegt crossmare blazing til hann. Já, það er unun að horfa á Midgard spila. Hérna Blaster spottar 2 allavegana og þeir bakka, fara aftarlega.
Vel gert hjá Blaster að panika líka ekki hérna Já, og bara hlaupa tilbaka. Rífa upp hnífinn og hlaupa tilbaka. Já, bara veit af infónum, bara rólegur. Heyrðu, Einar finnur geggjaða entry, Viktor og Blaster svara og Husi tekur hann niður, það er 3-3. Snirtilegt skotan á Midgard og þá er það Wizard, hann er að leita hér. Feysa hann saman, já, nei, vel gert. Eða hvað? Hvað er að gerast, Einar? Það er allt bygglað á glokkinum hjá honum. Það gengur á. Það er ekkert verra en að lenda í akkurat þessu. Já, og svo sérstaklega þegar þú ert búið með skotun á uspinu og glokkin heldur að fara að spreyja og þú ert bara byrjar að dansa tango, sko. Þetta er svo vond að lenda í þessu og það er ennþá verra þegar það er í útsendingu. FH, 6-0 í pistol í deildinni. Þeir halda áfram sigurrimmunum sinni í pistol. Haldi svo áfram. Algjörlega gott eða var ekki hvort það hafi verið FaZe sem að unnu bara öll pistol í alveg þó nokkuð mörgum leikjum. Mikilvægasta róndið í leiknum. Vá, Mosaf, hvað ert að gera? Grimmur þarna, en hann er bara að gefa frá sér MP9. Fekk fullt af infói. Fullt af infói en ekki mikið damage. Nei, fullt af tíma eftir líka. Þeir hafa rosalega mikið að velja núna í að sko. Algjörlega, ég geti gert hvað sem er. Með Gísla sem farastjóra, þá eru þeir til alls líklegir. Ég fíla að Gísla farastjóran sko. Já, skaut hana óvart inn í skotið, lét vita sér. Ég er ánægð með það. Hann vill fá MP9 á Gísli er litli MP9 sko. Hann droppar henni samt yfir á hósið. Já, ok. Hann spilar hann svo mikið, hann er alltaf 50 HP, það ekki að sjá staðan. En annars hefði hann viljað hann, ég get lofa þér í sko. Algjörlega. Og hér smókurinn í góri á Wizard. Það er of djúpur smókurinn hins vegar en Wizard búinn að finna 2 og Viktor er með honum. Berjast Míkó-killinn. Með Midgard. Hann finnur kill hér á Glock með burstinu. Hvað er að gerast? Það var ekkert one-on-one hann í nýjum. Það er bara Pabbo kemur og eyðileggur það. Það er allir að pæla í frökkunum sínum. Algjörlega. Skemmtilegt að sjá burst á Glockinum. Við höfum ekki séð þetta lengi. En burstið í CSGO bara alls ekki vænlegt til vinnings. Ég gleymi aldrei á Köln 2015 þegar MBK og Flusha lendi í knife battleinn á sillin í Dust og... Já, aftur svo sillið í B. Já, og hann djúkar hann í að pulla upp hnífinn, tekur svo upp... það var gullfallegt, sko. Það var skemmtilegt atriði, virkilega skemmtilegt. Myndi mig á það, sko. Já. En, já, þeir eru 3 rándum undir. FH er að gera gott mót. Full stöff á IA. Mjög lítið stöff á FH og þetta var svolítið dýrt fyrir það á móti Glokkum, ég verð að segja það sko. Já, virkilega dýrt. Hvað mistuðu marga? 2 eða 3? 3, held ég alveg pocket. Já, það er rosa dýrt sko. Famos MP9, full stöff hérna á IA. Ég hef ekki séð þannig smóka áður en hérna eru í að fá bara gefins 2 frökk, Pabbo og Viktor pússa miðuna og fá ekkert úr því. Við fáum þessar yfirvegun sem FH voru með í TER. Það er bara, ég held að það sem að fara að skila þessum leik. Ef þeir eru yfirvegar eins og áðan, þá eru þeir að fara að vinna leik sko. Algjörlega. En IA eru bara að svara þessu. Já, IA er náttúrulega mjög vanið að spila rólega og það er bara alltaf fallið upp í hendurna á IA. Þetta er dýrt ránd fyrir FH. Ná ekki einu killi. Algjörlega. Þetta er vel spilað þeim við hjá IA. Algjörlega. Það vantar eins og þú segir þessa yfirvegun og að spila rólega. Á móti liði eins og IA þá ertu ekki að fara að taka þessi pús og fá eitthvað gefins. Nei, þeir eru alltaf tilbúinir í það. Og svo líka bara, þeir voru svo yfirvegar fannst mér í TER, þannig bara að halda þessu tempó áfram sko. Algjörlega. En... Komur í 17 frökk, fantasíin að skila hana. Herri já, gott ef að Midgard var ekki mest valdi leikmaðurinn í deildinni. Hann var líka valjú, hann kostiði 75.000. Já, sem er bara klink. Valjú pick. Ójá. Og úr þessum 2 liðum er ég með 3 leikmenn í liðinu hjá mér í deildinni. Í frankdeildinni. Ég held að... Nei, ég skiptaði hans til. Ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var. Ég er með Midgard, Blaster og Mozart. Gott valjaður, en ef Mozart er aðeins að steppa upp fyrir þið, koma honum að vappa hann inn í City, þá er hann að fara að rigna inn killum. Mozart, hann er ekki að standa sér vel og hann hefur gert í síðustu umferðum. Hann hefur bara ekki fengið heldur tækifærina til þess. Hann er búinn að fá þessi mikilvæga entry, en svo er hann einhvern veginn bara, ekkert búinn að vera mikið á vappa og það er erfitt að gera mikið sem tervappi hérna sko. Já, það er virkilega erfitt að vera tervappi, en hann gerði hins vegar samt sem áður mjög gott úr því á hann. Mozart mætir hérna samt. Ískaldur og skjaldar fyrir það.
Já, þetta sem sagði áðan, ekki æskilegt á móti liði eins og IA. Vilt ekki taka þessi pús á móti IA. Þetta liði alltaf tilbúið í svona pús. Og eftir að fá pikkið þá bara bakka þér og... Já, heyrðu. Abó. Ódýrt. Virkilega. Þetta var rosa ódýrt. Virkilega ódýrt. Og setur FH í enn verri stöðu. Já, þeir forsumir sena sem er rétt kól sko, en þetta verður dýrt fyrir þá. Algjörlega. Já, bara, þú veist, þú sér að þeir eru allir með 3K á sér og enda bara í 6K í næsta rándi sko. Þeir þurfa þennan pering til að byggja upp þessi þennan rándmun sem er á þeim sko. En algjörlega. Hérna þurfum við kill, nei, jú, Enoch sem það þarf að sækja 1-2 kill vonandi. Hinn er kannski bara að halda og eiga séns í næsta rándinu. Já! Hann finnur einn hérna Enoch Wizard en Midgard, hann rýfar eitthvað leið. Það heyrðist þarna í Einar hendi nice shot. Já, það kom eitthvað í chatið að Títskan á virkinu, takk. Já, fólk veit hvernig það er að vera singlara Enoch sko. Já, það er vond. Það er mjög vond. En núna er það bara Blastur og Viktor 2 eftir halda 2 M4-um yfir í næsta ránd. Sniðugt. En það er samt bara ekki nóg. Nei. Vilt lifa 3. Já, við fáum einna samt vonandi ekki náður að gera eitthvað skaði í næsta rándi eða jafnvel, við sáum náttúrulega rándi áðan þar sem þeir heldur 2 byssum og unnu það. Já, algjörlega. Það var bara þeir þurfa að taka rétt gambúl og spila rétt sæt, það bara getur allt gerst hérna. Já, CS eins og við vitum að það getur allt skeið í eins leik. En núna er mikilvægt fyrir IA bara að halda haus, halda sama tempói og þeir eru búin að vera að gera og þeir vinna hann að leika í sig. Já, ef þetta heldur svona áfram sko. Ég er líka bara, þeir, FH á enga pening sko. Við fáum ekki Mozart og Vappan fyrir bara eftir 2-3 ránd sko. Það er nefnilega málið, það er spurning hvað ég gera hér. Ég bara guðana bænum ekki kaupa neitt. Babbo keypti díklóðan, þetta er dýrkeypt. Já, en getur bjargaði með því að kaupa Silent M4 lítinn armor og 1 flass. Já, það er bara svo mikilvægt þess að við tala um á utility í þessu mappi og hérna ætla ég að breyta gjörsamlega tempóin og taka rampkontról hratt. 2 mollar, nei 1 molli á sambæðis og hinn fyrir yfir í Dust 2. Það er breyta tempóin í fíldagina, aðeins að koma sér allir upp um mapkontrólið. Ná rampinum en ekkert mikið meiri það. Taka þessu rólega Gísli, Triple G, fær flassinn og sjórtið. Hérna er Blastur að koma í backupið með byssunu. Ég vil fá Viktor hérna líka, taka gamblið. Algjörlega, þetta getur verið stór fenglegt. Nei, hann klírar út Blaster, finnur 1, annan gerir það ekki. Midgard 2. Nálægt í. Utility gott, Viktor alveg forsaðar út þarna, hann ætla ekki að láta kveikið sér í dag. Það eru 2 mólar og hann hörvar í burtu með AK-in. Þeir halda byssum aftur. Já, hérna, halda. Já. Mitta í holdið. Algjörlega. Vissat kannski finna eina byssu, 2 kill, þessu klassísku díglur. Það er alltaf læg, en Viktor verður að halda hér. Já, Vissart ekki með neinn armor, er bara með diglu og það er allt í lagi að missa hana. Þú veist, þannig séð, þú þarft ekki diglu í næsta rándi. Hann ætlar einhvern veginn að galdra þessu kill áfram. Nei, heyrðu! Hann finnur killið eða hvað. Jón, hann er gott sem dauður hér. Hann er með 5 í líf. Það sjáu eitthvað klötsmúfina. Heyrðu, Jón er... leipið honum að. Hann er í kvíða í kasti. Jón fellur. 3 lifa hjá IA. Hver var þarna crowdshot? Ég tók eftir í 1, þeir voru 2 lóa þarna. Já. Báðir sem voru lóa áttu að vera í hóðinu. Jón var alveg bara, strauka, please, please! En ég held að hefði hins vegar ekki skipt máli. Nei, kannski ekki. Ég veit ekki nákvæmlega hvað maður tekur í damage-ana. Það sem er að gerast hér er að IA, þeir eru búin að jafna leikinn 10-10. Þetta er æsi spennandi. Eins og ég talaði um áðan, Mozart er ekki komin á vappa. Þú veist, ef að FH vinna þetta ránd hér, jú, vissulega geta það fengið vappan á Jón, en annars fá ekki vappa fyrir henni í 2004 rándi, 3. rándi. Já, og það vill Mozart ekki, hann vill vappan. Þeir verða að vinna þetta ránd, FH-menn pikka helst vappan á sig honum upp og þá verður Mozart glaður. Já. Finnur hann gleðið sín á ný. Hann situr á botninum í liði FH með 8 kill og það er ekki Mozartinn sem að við höfum séð í síðustu leikjum. Nei, alls ekki sko. Svo maður Midgard er komin upp í 20, hvaðan kom að þessi kill? Hann er bara búinn að vera... Já, hann er allt í öllu í liði IA. Það gera allt rétt hér. Mókurinn skemmtilegur hann frá Jón í brekkunna neytar hellinga af plássi. Þeir eru að feika eitthvað default og ætla svo bara að splita B-ið, hammalega. Rattina. Lítur út fyrir það. Þeir eru að bíða neðst í B-brekkunni 2. Triple G að própa miðjuna aðeins með hósitir fyrir aftan sig.
ekki búin að henda neina þessi tveir. Mikilvægt að lifa hér. Já, gott hjá Viktor að fá þetta info, þetta er virkilega mikilvægt info. Nú eru 2 menn mættir í backup. Það er samt ekki, sjáum að sko FH er ekki með neitt markkontról að hann og þeir eru bara að gambla á einhvern veginn. Já, þeir eru að taka sensinn og mér finnst ekkert að því. Nei, þú sjáum hérna þeir ætla vist eitthvað að ríagressa rampinn. En smókurinn er alls ekki góður fyrir Wizard. En hann er bara rólegur aftast á sæt, hann er ekki að taka óþarfa sensa. Við erum kannski búin að læra af mistökum. Já, við erum ekki búin að sjá þessi glórulausu pús early round hjá FH. Þannig ekki í þessu rándi og ekki í síðasta heldur. Aron kom með ólun á þá. Já, svipuna. Þurfum að hérna. Gömlu góðu svipuna. Já, erum við rétt kól. Þeir ætla að fara að þetta. Það er bara vel lesið í höfum. Ekkert mikið stöf. En þessi smók geti hins vegar delayað og það er bara 30 sekundur eftir á klukkunni. Þeir geti verið í vesinni hér en þeir verða bara að fara í gennum með smók því að tíminn, hann er orðinn virkilega erfiður. Hægri vinstri smók, Molli Tarek nærði, já. Bíbólstafur komið út. Þeir ætla að delaya aðeins en hann gjaldaði fyrir það, hann er felldur leið. Bomba komið niður, þetta er orðið virkilega hættulegt fyrir FH. Viktor finnur mjög mikilvægt kill hérna, Wizard fyrir ekki á Gísla. Algjörlega, en hann gæti verið virkilega góð þessi. Money Haha, Viktor grípur þessa grenu. Þeir eru kitt, ekkert stöfnandi viðbót og Jón með mikilvægt varparkill, 2 frábær kill. Hann vill 3, já, tekur það. Jón að gera allt á vappanum hér. Hann er að sigla 11. rándinu fyrir IA í hús. Virkilega mikilvægt. Þetta er close leikur. Algjörlega, en FH þau þurfa að breyta einhverju. Það er ekki að ganga það sem þeir eru búin að gera. Nei. Þeir þurfa að breyta einhverju og það virkar ekki að vera aggressiv. Nei, þeir þurfum bara, sem að tala um á þeim, þeir þurfum bara að hafa vappanirna á þá, sko. Bara bíða eftir að, þú veist, þeir eru búin að eru svolítið hægir. Þeir eru ekkert búin að taka einhverja svaka tempur nema í einu rándi og við þurfum bara að fá vappan á Mozart og láta að labbinu lína, sko, eins og Jón var að gera á hann. Heyrðu! Algjörlega. Það mátti ekki miklu muna að Jón hefði mist höfuðleðrið þarna. Já, mjög klús, Mozart alveg. Hann vill þessa línufæta, sko. Það sést, sko. En Jón, hann er búinn að hafa betri hérna enn sem komið er. Finnur hann hér. Smókin alveg að fara. Stórhættulegt engulega hér. Jón næstu búinn að missa lífið. Mozart hins vegar heldur sínu. Þetta er stórhættulegu leikur, Jón, þú vilt ekki leika þennan leik á móti þessari dyglu. Mozart að reyna bara make a statementin að ég vill vappan inn á móti þér, sko. Ég er bara, við erum að fara að fæta þenn á eftir, sko. Algjörlega. En þeir eru að labba 3, þeir eru að labba 4 í miðjuna og Plaster finnur engan. Það er nálega klóslína, Smóku City. Algjörlega, en sjáðu hvað er mikil yfirvegun í þessu hjá IA. Þeir eru 5 á móti 2 og þeir eru samt að flassa og jútila allan heiminn. Það er ekki neini sem það tekník. Það er komið tempo í það. Þeir eru bara agaðir og þeir bara sjá að þetta er að skila þeim rándum og þeir eru bara að halda þessu áfram. Og það er bara, ef þeir gera það, þá bara virðist það lítur út fyrir að IA sigla þessu heim. Algjörlega, það er alltaf virkað fyrir IA hér sem eru komin í 12. rándið og það er 5. rándið í röð. Já, vá, 5. rándið í röð eftir að FH tóku pistol. Við erum að gera okkur grein fyrir því að FH er með bæði pistolina, sko. Já, og það telur helling í þessum leikjum. Á blaði ættir að vinna leikinn. Ég meina FH, ekki að þeir eru með bæði. Já, FH, vissulega að vinna bæði pistolinn. Það er ekkert að virka fyrir FH hér. Jón finnur lyktina að honum, sko. En Mozart, vel gert hérna, bara vera agaður hérna, fá þá í ykkar línur. Já, tegur passiv línu, ekki að taka ómikla sensa. Þú ert líka búin að tapa 5 rándi með röð og það er alls ekki gott. Þetta flass hræðir Jón, hann bakkar örlítið, hætti við að jútila, gera hann hins vegar núna. Sá ekkert nú hérna kannski aðeins verður aðeins stjarfari með vappan. Sá sérningan á línunni. Og góður í close, hornið. Pabó er ekki. Já, Jón er einn hér að gera læti. En við sýnumst í að menn vera að bakka til Jóns. Það sem að Jón sér ekkert í rampinum. Hefðu, hvað er Mozart? Er hann að bakka það? Hann er inn á sjálftinu með vappan. Hann heyrir þetta skóp, hann heyrir þessi skóp. Alveg 100%. Þetta verður eitthvað
fara að reyna rammegin, ég veit ekki, eru 3 að stakka short, þetta verður... Já, þetta stórhættulegt. Einar, hann að fara að deyja hér ef hann mætir fyrir hornið sem hann að gera. Hann felldur leið, hinir menn láta ekki vita af sér. Hagaðir eru ekkert að vita bara að maður getur ekki rýpinga þetta til þeirra og Jón bara að leita réttu frökkunum, en... En sama tíma þá svona reposition á vappan, en hann felldur hér. Triple C að fella hann og hér komaði fyrir hornið. Vapo með 2 kill hér, 3. Þetta þurftu þér. Og Blaster lokar þessu rándi, komað tilbaka, búin að tapa 5 rándum í röð. Finna loksins ránd hér í CT. 4 lifandi, fengu þarna endurið, bara, þú veist, bara eins og ég að segja, bara láta labbi ykkur hérna. IA eru bara mjög agaðir. Já, algjörlega. Þeir eru bara vilja bara treysta því. Algjörlega. Nú kemur timeout, Gísli að kæla á aðeins niður, það komur örugglega smá öskur og teamspeak eftir að Pablo fekk þetta 2K. Það allan líkur á því. Gísli góður í timeoutum, sko. Gefa honum bara, ég verða að gefa Gísla það, hann veit hvenær á að timeouta. Algjörlega, en þetta lið í heild rosalega yfirvegað finnst mér til að ég spila með þeim. Já. Minnst ekki oft sem að missa þetta í spól og byrja að öskra á hvern annan. Nei, það alveg rétt, það er rétt. Það meira kannski ekki öskra á ákvörðunar, en ég held að sé hvorullið hér sem gerir það, sko. Já, ég get alveg trú að FH aðeins að láta heyra í sér ef við gerum mistök. Já, kannski. Þeir eru allavega líklegri af þessum 2. Já. Það er rétt yfir. En FH, eins og ég sagði, búin að vinna loksins gunround hér í CT. Núna verður það að byggja á þessu. Komast á ról, byggja banka hérna, það er rosalega mikilvægt. Við sjáum að IA áanlega 2 kaupi viðbót. Algjörlega, þeir hóta rosalega vel rampinum með Utili IA-menn. En Vizard búinn að finna kill einhvers staðar á mappinu. Hvar var Midgard að deyja? Þetta var Crucial. B-megin væntanlega. Nei, á miðin, Nei, B-megin, það er rétt hjá þér, fyrirgefðu. Algjörlega. En á sama tíma þá eru IA 3 rampinum og þeir eru að bakka. Virðist vera að enda B-megin þegar gambliði séu búin að finna pick B-megin og ætla að fara að stakka A-megin FH-menn. En svo ekki, þeir eru 2 á B-inu, Mozart með vappa, hann reyndar í miðju sýnist mér. Já, góð lína hjá honum í miðjunni, bara vel gert hjá honum, bara lefa að labbi okkur. Algjörlega. Hann flassi, kemur kannski rótetti, ennþá molla og smók. Flott utility management hjá honum. Algjörlega, og það mínútu eftir smókin kemur hér. Það er svo snemma. Á örlítið of early en voru ekki með neitt info, þannig að þetta ekki vitlaust kall. Ekki nema að sért með fáið sprengju. Við erum að spila mútið Triple C, þú ert að fara að molla quad, ekki reyna eitthvað múvina. Það er bara, ef þetta er eitthvað take, þú ert að fara að molla og finnur killið. Gísli skemmtilegu bústið þarna, finnur Vizard. Núna B-ið bara gal, opið. Og þetta er rosalega mikilvægt rátt fyrir FH hérna. En hvað er Viktor að gera? Hann ég ætla að segja að hann var að fara að runna henni gennum smókin. Þetta er erfitt retake 4 á B-inu. Allir eiga kit, eiga 2 flush. Og hérna getur lofaði því að það gerist ótrúlega mikið á stuttum tíma. FH að koma í retake þegar að lúta í verða haldi hér. Mozart núna allt í einn eftir Hósildur og Jón. Þetta er klötsmaðurinn, hann á kit. Algjörlega, hann með vappa og það er oft vesen í retakeum og það er enginn búinn að spotta þetta. Það er skópinn hana. Hefur þetta hitta þessu skoti, reynir að hlaupa í burtu með vappan, fær hann að gera það. Það gerir hann, Mozart heldur vappanum. Þetta er ég meina, eins leiðilegt að þeir töpu sér rondi, það er rosalega mikilvægt að hann heldur þessu vappa hérna. Af því annars sá hann ekki vappa út leikinn. Það er bara ekki fyrir inn í 15. rondi, sko. Algjörlega, en staðan er þannig að IA þeir eru búin að klóra sig tilbaka í þessu leikonu í 13 round. Já, þeir eru bara með stjórnaðinn á tæru helmingnum, sko. Já. Bara FH eru bara ekki alveg með svar, sko. Þetta bara, Vizard má ekki láta pikka sig svona framalega á B-inu. Nei, algjörlega. Og já, þetta var dýrt ránd, sko. Já, virkilega dýrt. En FH kaupa í þetta ránd til verða að gera það, þeir verða að reyna að klóra þetta tilbaka því annars er þessi leikur bara gott sem komin í hendurnar á IA. Og hér er Jón komið varpalínuna upp, hann finnur ekkert early. Blaster fyrir ekki upp á sillu með M4 að leita fyrir ofan í rampinn. Þetta er mikilvægt, en þetta er mikilvægara fyrir IA. Búin að finna 2 menn hér. Þeir tóku þarna, já, einhver að taka þarna aggro B-megin og það borgaði sig ekki alveg. Virkilega, Hósit er með sett flass sem að fer í andlitið á þeim báðum. Það var snustilegt. Hvað geta Pablo, Viktor og Blaster gert úr þessu 3-4? Leikmaðurinn sem er búinn að vera atkvæðamestu fyrir IA, Midgard, hann er felldur.
gæti skipt sköpum en Triple G á 20 killum. 20 kilum Einar líka með 19 frögg og bara 13 þess að valjú sko. Algjörlega, já það enginn að gefa slagan töm nema Hósiter, hann svona aðeins að reyka lestina, hann ekki langt á eftir. En hér Jón að leita í miðinu með vappanum. Jón í endurinn með vappanum, þetta getur verið svo hættulegt sko, en þeir lesa þetta bjöðir opið. Stakkar gamla aðeina. Já, gamla aðeina. Þetta safe. Já, þeir verða að halda byssum ef þeir finna ekkert early kill sem að gera líklegast ekki úr þessu. En hvað Jón að gera? Blaster má ekki dega hér. Jón að læsa CT-spónu sem að gera rítekið enn erfiðara. Gera rítekið virkilega erfið. Hérna heyri Jón í einhverjum hlaupa eða hvað. Ekkert en þá. Gott kól, hald hérna bara. Þetta crucial fyrir það. Já, algjörlega halda byssum. Þeir gömlu eitt seti og það bara því meður, það var ekki rétt að setja í þessu tilviki. Já, þetta kemur fyrir þegar þú ert að gamla, það 50-50. Hvort það endi á réttum stað. Og FH völdu ekki réttan stað í þetta skiptið. 14. rándi komið í hús fyrir IA. 14-11. Það vesen fyrir FH. Þeir eru taplausir að sem komið og þetta ekki gott. Þetta ekki gott ráð, ekki gott. Hérna verðum við að halda eitthvað. Það vil enginn segja hjá FH hér. Þetta orðið virkilega dýrt og þetta lítur. Þetta verður að líta virkilega illa út fyrir FH. Þeir spila hérna på overtime sko. Það ekkert annað stöðnu. Ef við kaupa hér þá ekkert, þú veist, það bara. Þeir eru með full lossbónus. Þeir geta keypt mér í 2K. Já. Gera það væntanlega. Diglur, Armor, Util. En herðu, við erum nú í íslensku deildinni, við höfum bara séð ótrúlegustu diglur án Dalstað, það getur allt gæst hérna sko. Við skulum aldrei afskrifa FH með diglur. Skemmtilegu smók sem var að læna sig hann upp í Viktor. En róla hittum hér. Vá, Mozart búinn að finna einn, hann lifir. Það mikilvægt, þú vilt lifa úr þessu Midgard feldur. Þeir eru tveir að horfa hann og hann nær samt killinu. Ótrúlegt, vel gert. Einar sniður, tekur AK-inn og bakka með hann, hendur hann út á mappinu eða hvað. Já, ekki. Sýnist það. Alltaf heldur henni frá, sko. Ég veit ekki hvort hann stöðu til hendina út af, en hann kom alltaf að byssinu frá þeim. Já, sem virkilega mikilvægt. Þú vilt ekki að FH-leikmenn fái AK upp í hendunar, ekki í þessu rondi. Hérna maður að fara að labba í línu. Já. Blaster með skemmtilegt ingul hér, finnur ekki headshoti hins vegar. Hósiter fellir Blaster og núna þetta 4-4 og þeir eru að koma á A-sætið í menn. Executið og FH bara þurfa að finna byssu hérna. Fá hann að kill á byssu, það engin, þú ert ekki fara að gera efnahagsskaða hér. Ekki úr þessu. Þetta eru menn rosalega yfir. Þeir eru ekkert að drífa sig í þessu. Vel spilað hjá ég. Bara halda tempóinu og sínu tempói, ekkert vera að rössa neitt. Bara yfirvegar. Algjörlega. Góð flöss maður. Og það ekki einu henni drifið sig út af sættunni, það bara siftlappa tilbaka og ekkert vesen. Ekki stressið, bara, þeir eru bara, þeir trúa að þeir séu að fara að vinna leik og það bara virðist vera staðrendi. Algjörlega, smókurinn góður til að blokka Jón en það eiginlega gefur honum vonvei. Vá, og Hósiter búinn að finna einn mann hér, finna hann annan. Heldur betur búinn að finna Viktor. Núna, Viðstart, hann finnir Triple G hér en Einar fellur hann leið. 15. rándið komið í hús fyrir IA. Fáðu double-uppa hérna. Það eitthvað hlýtur að vera. Þið verða að breyta einhverju. Það ekkert að ganga fyrir FH. Þeir eru taplausir hingað til. Eru IA-menn að fara að vinna á fyrsti tapleikurinn hjá FH. Að koma hér. Lítur allt út fyrir það. Ég meina FH eru bara með 1 gunround. Þeir eru með unnu pistol og 1 gunround. Það ekki eins og öll, þú veist, gunroundin sé búin að vera eitthvað close. Þeir eru búin að vera freka mikið í að megin, sko. Það bara búið að vera yfirvegun og komast inn á site og bara loka roundinu. Algjörlega, þetta búið að vera í að sagan hérna seinni hálfleik og þetta byrjar alls ekki vel. Viktor feldur, Mozart, hann að leita, hann verður að svara þessu frækki. Hann bara býður. Bara yfirvegar. Vel gert. Stundum ekki gott að vera yfirvegar og þetta ekki staðan sem þú vilt vera yfirvegar. Nei, ég að tala Gísla. Já. Ég sækir ekkert meira, hann bara... Algjörlega, Mozart, hann hefði þurft að reyna að finna eitthvað þannig í staðinn fyrir Viktor. Erfitt í þessu, þú ert bara, er ég að fara að taka þetta kill og tapa leiknum? Nei, er ég að fara að deyja þarna og tapa leiknum? Eða er ég að fara, auka líkunar að vinna úr rándi? Þetta rosalega erfið ákvörðun í mómentinu. Algjörlega, en
mínúta eftir af mögulega síðasta rándin í þessum leik. IA á móti FH. Minni á það aftur FH, þeir eru taplausir hingað til. Búin að vinna Atlantic meðal annars ríkjandi stórmeistara. Herðu, crucial timing að hitta einmitt á það. Og það er ekkert að ganga, það er rífrakið, það fellur IA megin. 2-2, þetta hefði getið endað svo vel en bara því miður en Vizard komin í geggjaða stöðu þarna. Vizard inn á sjórtinu. Og Gísli plantar einmitt á staðnum sem Guðlan planti, finnur killið. Og þetta Vizard virkilega snirtilega staðsettur, hann er á milli Steins og sleggju Midgard, fellir Vizard og núna er það bara Mozart, hetjan úr síðustu leikjum, einn eftir á móti 2. Hann verður að vinna þetta ránd. Heyrði í hann á móti Mólanum, hann á ekki kitt, þetta er virkilega erfitt fyrir Mozart. Já, og yfirvegaður hér eða hvað. Hósið að spila þetta vel, kemur sig af sætinu. Mozart sér hins vegar í rassósan á honum. Hann er ekki með kitt eins og þú sagðir en hann er með smók, hann getur reynt að nýta það á einhvern veginn. Smókurinn dettur beint ofan á bombuna, hann fær ekki neitt gefinn sér. Hósið á Midgard að spila þetta eftir fullkominu, þeir svinga báðir á sama tíma. IA vel gert að taka fyrsta tapið á FH. Já, IA sigla sig í 2-1 rekordina og fáum 2-1 rekord líka á FH. Því líkur leikur, Beggi. Skemmtilega leikur til að byrja með. Það er bara, wow. Þetta leit út fyrir að vera bara walk in the park fyrir FH í fyrsta hálfleik. Ég gerði ráð fyrir að FH myndi bara sigla þessu meðan hvernig ég sá það að spila. Já, og svo tókum við pistól. Það leit allt út fyrir að FH myndi bara byrja 3-0. Algjörlega. En bara IA, agaðir, bara yfirvegaðir og bara ekkert að FH svolítið svona grimmir á vissum momentum sko en bara vel spila hjá IA. Algjörlega eins og við sáum í fyrri hálfleik FH mjög yfirvegaðir, mjög í hlutanum. Já. Og já. Vantaði smá í City. Já, algjörlega, það vantaði eitthvað í City og þeir fundu bara ekki lausnina á vörn IA að gera allt rétt. Já, bara vel spila hjá IA. Bara skemmtilegur leikur til að bara kasta, mjög skemmtilegur. Algjörlega, við fáum frábæra leik hérna til að byrja með en hver er svona maður leiksins að þínu mati? Erfið spurning. Já, virkilega. Ég meina, Midgard var að toppfraka en ég sá svo lítið að ég ætla bara að henda svo Gísla. Já, það ekki? Gísli er að kollita og hann er bara með mennina sína bara hreinu hérna, sko. Algjörlega. Ég ætla að henda svo Gísla. Gísli Geir Gíslason. Ég held að þrefalt G. Ég ætla að henda líka en honorable mention á Einar, vel spilað hjá honum. Já. Bara mjög yfirvegað hjá honum líka. Það er bara frábær leikur. Algjörlega, en það er svoleiðis í að vinna FH. Næsti leikur Atlantic Þór. Við ætlum í smá auglýsingar, ekki fara langt. Maður hefur alveg mist sig kannski óvart. Ég bara öskraði stanslaust á dómar. Það er stundum svolítið skrítið. Við fylgjumst með íþróttum barna á hliðarlínunni. Við erum að afreksvæða íþróttirnar allt of snemma. Gleði í bland við álag, kvíða og erfiða tíma. Ég hef verið að gera aðgerðir á 10 ára krökkum eftir svona áður. Maður stend alveg há. Ég vona því að komast einhvern tímann í landsliðið. Já, auðvitað. Það er ekki einn af hverju 1000 sem kemst á það leið í fótbolta. Ég þurfti til dæmis einu sinni að segja við foreldra ef að ég heyri eitt orð í vetur frá ykkur þá komið þið ekki fleiri leiki hjá mínu liði. Hliðarlínan hefst 2. október á Stöð 2. Hvaða lið tryggir sér sæti í bestu deildinni 2024? Afturelding, Vestri, laugardag á Stöð 2 Sport. Stöð 2 Sport, besta sætið. And I am only as young as the minute is full of it. Getting pumped up on the little bright things I want. But I know they'll never own me.
Lou, you're the best officer I've got. I'm putting together a task force to have a crack at McHugh. 70% of the cocaine in this city flows through him. I would not be where I am today without you. I wanted to be you. Let me make this right. We never chose to be the people that we are, but we are punished for being them anyway. Is anyone beyond saving? It's a dirty business, doing good. Bestu rafíþróttalið landsins mætast í ljósleiðaradeildinni CSGO. Þriðjudaga og fimmtudaga á Stöð 2 Sport. Velkomin í besta sætið. Okay, guys, I'm going upstairs to my office. Keep away from the pool or you'll drown. Pool's open! Come here, son. Daddy needs an alibi for a few months ago. Where can I get knives and blunts? You're not gonna believe the night I had. Jesus! A friend dropped me off. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Verið velkomin aftur. Við vorum að horfa á IA sigla sigri á móti FH sem að sátu í öðru sæti fyrir þennan leik, IA í 7. sæti. En næsti leikur, Atlantic Þór, Beggi, þessi lið sitja í 8. og 9. sæti í deildinni. Vá, stórmeistararnir og Þór. Já, þetta er ótrúlegt. Ótrúlegt. Þetta eru vendingar allavega en þetta geti skipt sköpum í lok deildar. Já. Þessi staða er ekki æskileg fyrir þessi lið sem eiga að vera svona í toppbaráttunni. Já, það verður brekka fyrir Atlantic að lenda inn í 0-3 sko. Algjörlega. Það er nóg eftir að tímabilið maður getur útilokað neitt sko. Það er málið. 0-3 strax, það er ekki gott. Ekki góð stað til að vera. Talandi um Atlantic, við ætlum að kíkja bara rakleiðis á lið Atlantic. Það eru þessi gaurar hér, Birnir, Hugo, Bjarni, Sveittur og Leflöf. Þarna eru 2 menn sem að búa í útlöndum. Já, Flöffarinn og Birnir. Já, eins og burt sér frá því, þá hendi Birnir í 22-bombu í seinasta leik. Það var ekkert að... Þetta virðist ekkert vera að há þeim neitt. Nei. Leflöf örlítið í fyrstu leikjónum, en við ætlum ekki að ræða það neitt. Smá, ég ætla ekki nú að taka neitt frá þeim í seinasta leikjáðum á móti Tension, en þeir voru náttúrulega, á móti Þór fyrirgeð, þá, Þetta var... FH fyrirgeð, þeir voru með Snær. Það vantaði Dannainn sem var alveg á eldi í fyrsta leik. Algjörlega. En við erum að tala um þetta liðið Bjarni, stórmeistararnir, ríkjandi stórmeistarar, örlítið breytt lið. Já, það er náttúrulega bara hvað, Bjarni, Birnir og Flöf. Já. Flöf var náttúrulega í fylki, hann var ekki eins og einu, þannig að bara Bjarni og Birnir frá stórmeistaraliðinu. En það er náttúrulega 2 grjótharðir, eða 3 grjótharðir menn að koma hann inn, sko, Hugo, Sveittur og Flöf. Algjörlega. Í þessu line-upi, hver er toppmaður Demma? Heyrðu, ég bara hendi á Danna Sveitt. Danna minn, hann hendi, er 0-3 eða? Já. Ok. Það er svo leiðis, það er Birnir. Já, ok. Þetta er gaurinn í fyrra sem að var eiginlega bara einna betri rifflunum í deildinni. Já, ég get alveg samlað því. Og við eigum eftir að sjá mikið meira frá honum á þessu tímabili finnst mér. Finnst við ekki búin að vera að sjá sama Birni og við sáum í fyrra. Nei. Það er náttúrulega, hann fluttur út, komin í allt aðra kringstæðir, það er náttúrulega allt öðru í sig að hafa að spila heima hjá sér í mörg ár og fara svo eitthvað annað, maður það bara að venjast í, kannski það bara mál. Það geti verið að eftir að koma sér nægilega vel fyrir, geti verið það. En lið Þórs, við förum beint yfir í lið Þórs, það eru kunnuleg andlið, það er Rín, Dabbi, Alli, Tóni og Píter. Rín inn í kvöld. Það er engin detonate sko.
Það er svoleiðis, það er biti, Beggi. Já, það er stór biti til að Það er vont, Eternate, sko. virkilega vont að missa út Eternate, sennilega topp 5 bestu spilar á landinu. Bara mínum mati, besti íslenski Counter-Strike spilari að góða allavega, sko. Og maðurinn lengst til hægri, Peter, ég hef oft sagt að þetta er bara topp 3 bestu spilar á landinu. Já. Og ég stend og fell með því. Já, ég bara get vel verið samlað því. Já, algjörlega. Hann er svo, já, hann er eins og, hérna, en að tala áðan með Midgard, hann er búinn að vera svona crisp síðan hann fæddist með aim og allt, sko. Það er bara fallegt að horfa á hann spila, sko. Algjörlega. Alltaf, já, svo. Bara beautiful að horfa á þetta lið. Já. Í þessu liði, hver er toppmaður Demma? Peter. Gott, eða það er ekki bara rétt, já. Hérna, ég fæ 1 stig í hús. Já. Þarna tekið þetta 1,3 í einhvern, wow. Rosalegu leikmaður. 1,7 í 2 leikjum. Peter, það er eitt ástæðalaus af hverju við erum þannig mann sem toppmann Demma. Sjá hvað ég rændi svo að Tomma. Svo verður sár út í Budapest núna, maður. Já, ég vilja sjá, þú veist, demanturinn hans Demma, sko. En það er bara ég, sko. Kólamólinn. Já, kólamólinn, nákvæmlega. En ég er nokkuð sem að við eigum bara vító tilbúið. Það er spurning hvort að við skellum okkur ekki bara rakleiðis yfir í vító. Það er stutt í leik. Þannig verðum að rúlla ekki henni vítói. Hvar vilt þú sjá henni leik? Miras út strax. Herru, ég held að Bjarni vildi Miras, sérstaklega með þetta line-up sem hann er með, en ég veit ekki. Þetta ætla að sé ekki að Anubis. Bæði liðin vilja. Já. Bæði liðin eru mjög góði. Ég væri til að sjá hvað annað en Anubis. Það er fyrir mína parta. Ok, hvað er til að sjá? Ég væri til að sjá Nuke eða Ancient, en ég efast að Þór vilji spila Ancient. Þeir eru kannski endilega lindið því, sko. Ég held að þetta verði Nuke eða Overpass. Overpass, já, það er gott sjátt. Bæði lið vilja spila Overpass. Já, það er rétt, sko. Við vilja allavega ekki banna það fyrra bragði. Nei, og sérstaklega með Rýnin í staðan fyrir Haffa, þá er kannski líklegri til að spila Overpass. Já, algjörlega. Ég myndi halda það, sko. Algjörlega, en Inferno tekið út, Nuke tekið út. Ég er Nuke bannið djöfullin. Þannig að við erum að fara í Anubis eða hvað. Við erum bara að fara að sakna Citra Creek, eða? Já, ég er farin að sakna Nuke og Miraz. Eina skipti sem að Miraz hefur verið spilað, þá ég ekki verið á staðnum. En það kom Ancient bannið, já. Og meira þess að frá Atlantic. Ég hef búist við að Þór myndi banna, en það er bara greinilega, Bjarni vill ekki spila þetta maður. Já, algjörlega, þá er Anubis tekið út og það er Overpass, takk fyrir penn. Gott sjátt. Það er svoleiðis. Heyrðu, þetta verður athyglisverður leikur, við fáum alla á aðinu heitan eða... Já, þetta verður enni leikur. Þetta eru bæði lið sem að fíla að spila Overpass. Já. Bjarni að stjórna leikmönnum í Overpass. Það er skemmtileg blanda. Bjarni er náttúrulega alveg rosalega góður kólur, bara gefa hann það, sko. Spilari líka fyrirgefið, hann er bara... Ég þori að segja að þetta sé bara besti in-game leader Íslandinga. Já, ég er bara alveg sammála því, sko. Bara að núna allavega í þessu moment í Counter-Strike í sögunni, þá er Bjarni bara... Hann er rosalega góður yngjulítur. Hann er góður að hafa stjórn á mönnum, hann veit hvernig á að lesa leikinn. Algjörlega. Hann gaman að spila með honum þegar hann er að kolla vel, sko. Og hann nýtir sér veikleika einstaklingar rosa mikið. Ég tekið eftir því að spila með honum. Já, þess vegna fannst þú mjög vont að spila á móti mér og því að ég hef enga veikleika. En hérna sjáum við Pistol og Fluff farin á stöffi. Algjörlega, Fluff með stöffi í rannsvasanum, tilbúin að hjálpa sínum mönnum í Atlantic. En Þórsmenn, það er 1 smókur á Rín og Kit. Og þetta er svona frekar rólegt ránd, Hugo á vatni, 3 í tengi, þetta lítur út eins og B-take. En Dabbi, hann er mættur, hann er búinn að stimpla sig inn, hann tekur Hugo. Fá ekki svar hér frá strákunum, ha? Nei, yfirvegun í Atlantic. Þetta er samt, já, kannski búast við maður sé að bíða eftir þeim. En hérna er Bjarni sem að spila Raidbossinn. Algjörlega, Peter, hann er með raskati út í lofti þannig að Bjarni fellir hann leið. Og þeir keyra hérna á sæti bara, það eru 2 á sætinu að taka á móti með 1 alltaf að koma upp. Alli finnur 1, finnur hann 2. Alli, hann verður að standa sér í stikkinu hér, en það er aftur á sama. Birnir ekki að hitta neinu. En Fluff bætir upp fyrir að Birnir... Tony með 1 að stali svo alla fyrir ekki. Aftur erum við að sjá Glokkinn beiglaðan í pistolhóndinu og hér þeir eru að feysa saman Dabbi og Rín. Þeir hafa gert þetta svo oft áður, núna er bara Fluff. Hann er 1 eftir og hann er felltur, pistolið til Þórs. Dabbi samt með eitra 3K hérna. Það er bara, hann lappar bara rosalega confident shorti, finnur pikkið á Hugo og svo bara kemur hann inn og tekur 2. Bara vel spilað. Alli líka bara, hann ætlaði að fá 2 killana, 3 kannski, sko. Hann var ekki no backing down, sko. Nei, það er bara svoleiðis. En pistolið til
Þórs, Rín leikmaður sem að vantaði í horn Þórs? Það getur verið, hann er ekki búinn að spila einn einasta leik í tímabilinu. Mögulega, ég veit ekki, ég myndi vilja hafa hann inn allavega, ég veit ekki alveg en ég veit samt ekki hvernig ég myndi skipta út, ég meina, þetta er erfitt, sko. Þetta er nefnilega, þetta er basl, það er bitið að missa Detonate, en það er bitið að missa alla þessar leikmenn í Þórs line-upinu. Við höfum séð á alla gera stórkostlega hluti, Alli náttúrulega séð skot á tímabili, hann hefur fallið aðeins af framan að klettinum eða mætti orða það þannig. Hann er ekki, Birnir að stimpla sig inn. Ódýrt hjá alla þarna, gott entry, en Alli gefa frá sig ódýrt kill hér. Já, virkilega ódýrt og þú vilt það ekki í þessum rándum. Nei, við sjáum samt bara að þú veist, Atlantic þeir eru bara með finnur upp og Hugo finnur kill hér, það er bara allir að skipta og finna kill hérna. Annað hér eða? Nei, Tony yfir. Birnir með 18 líf og Hugo með 15, þetta er alveg geralegt fyrir Þórsmenn með 4 M4 og lifandi. Sveittur að halda Monster og það er engin BM1 staðan er núna, Rín að trítla inn á, nei hann er inn á site, ok. Ég held að vera á sjórtinu, mínimappið eitthvað að rugla í mér. Það er ekkert stöf, eitt kit, eitt móla, flash og kit. Atlantic bara frísa, taka þér rólega, þetta er svona þannig mapp. Þú gerir ekki bara eitthvað. Þú vilt gera þetta svona slóen með Thotical. Alveg rétt, sko. Þú hefur svo sérstaklega herðu, Tony finnur frábært kill hérna á fluffarinn í 5-munni. Og leif fluff átti 100 í líf. Núna er eftirsnóðandi 223 HP. Tappi hérna þarf að finnur allavega 1. Tony með 1 líka. Núna er þetta skipta 1 for 1 allir. Rín, Tappi liðsins. Hann er einn eftir á móti Hugo og Rín að stimpla sig inn með hörku í dildina. Maður í mannstað fyrir Detonate. Hann verður að gera vel á Detonate. Mikilvægt fyrir allan að finna 1 kill. Þú fundu allir sem var inn á sætinu, fundu allir 1 kill en Runo fær 2 þarna. Mikilvægt, sko. Mjög svo mikilvægt. Atlantic bara, þeir áttu að vinna þetta ránd, sko. Þeir voru með alla yfirhund hérna, voru aðeins og hægir fannst mér að komast inn á sætið. Algjörlega frísuðu kannski aðeins svo lengi. Já, bara það var eins og það var stress þegar voru komnir inn á sætið. Það bara leið að Fluffy pikkaði í 5-munni, missaði stórt map control sem það hefði kannski viljað og þá kemur eitthvað svona panik í þá. Já, leið Fluff sennilega mikilvægur leikmaður í liði Atlantic. Já, aftur á móti náttúrulega Atlantic voru með lítið stöf en já, tökum það ekki að Þór virkilega vel spila hjá þeim. Rín að stimpla sig inn með hörku. Já, Pappi Rín. Wow. Hann er svona pappin í liðinu. Já. Alveg óhætt að segja það. Það má segja það alveg léttilega, sko. Þannig að segja bamsan hans Becca tætt. Minnir miklu bleikari, sko. Já, það er svolítið. Já, ok. Það var þetta bara misskilningur í mér. Já. En það er einhver tæknileg pása. Já, einn með smá hljóðvesen og er rístarta. Við gefum alveg séns á því. En það orðin gamall leikur. Hver er rístarta fyrir ekki? Bjarni. Já, það er hann Bjarni. Sýnist mér. En já, gamall leikur. Gamall leikur einmitt. Það verður áhugavert ef við skiptum yfir í CS2 hvernig deildin mun spilast út, hvort það verði eitthvað rosaleg breyting á hverjir enda ofalega í lok tímabils. Það er náttúrulega bara, ég var að hlusta á hérna viðtali Fræmberg daginn, bara fyrir þeir sem setja mesta tíma nýja muna aðlaga straðar. Það er bara staðreynd, sko. Þannig ég nema eitthvað svakalegt gerist, bara þeir sem setja mesta metnað í þetta, en eru að fara, allavega í CS2, eru bara að fara að skila vonandi miklum árangri. Algjörlega, og við höfum séð það núna í allavega betunni. Það voru komnir þessi one-way smókar, þar sem smókurinn lendi fyrir ofan fólk og náði ekki alveg niður á jörðina. Þannig að það alltaf í lappir undir smók. Það er búið að nulla það út. Já, er búið að laga það. Valve eru sennilega að stimpla mikið en það að það verði ekki one-way smók svo þetta verði bara talentleikur í gegn. Ok, það er bara geggjað fréttir. Það var leiðilegt að smókar getur hitt á svona leiðilega staði, einhver svona pixela og bara gjössalega bara... Já, og bara þú veist að sést bara í lappirnar og þú sér ekki tilbaka. Tappi, geggjaða grenu og þeir eru að feysa hérna uppi alveg allt. Vá. Ég veit ekki, típist ránt hjá alla, sko. Ég veit ekki hversu oft ég hef farið með alla á AF og við segjum double night money, þetta er bara classic alli. Það er bara málið og 3-0 er staðan
Dabbi komin í 7 og bara strax komið brekka hérna á Atlantic. Já, algjörlega ríkjandi stórmeistarar, skulum ekki gleyma því, en breytt line-up hins vegar. Sjá líka, þeir voru allir búin að kaupa á 1 sekundu, Þeir vilja bara komast í gunnout hérna. Já. Alveg ránd. Þeir vilja bara fá að sýna sig. Algjörlega. Náttúrulega óupass erfitt að spila þetta mapp bara með pistols. Já. Munar að hafa util og guns. Þetta er ekki mappið sem þú getur bara rössað eitthvað út í raskat og vonað að besta og verður eiginlega að gera þetta sniðu og sjáðu Þórsmenn. Þeir eru að gera sniðu til að taka sjórtið en Peter fellir í leiðinni. Crucial. Þetta var góð timing hjá Hugo að finna hann að Peter að hlaupa í gegnum tengi. Algjörlega, Hugo hefur séð þetta áður nákvæmlega þetta move. Þar sem að Þórsmenn taka sjórtið hratt. Og þetta Dabbi að svara en stórhættulegu leikur sem að spila þannig en Alli bjargar Birni. Þeir vita hann með tengi. Hvernig Bjarni ekki að pæla í þessu? Ofnir. Leflöf, hann verður að gera gott hér, hann verður að vera stór, hann með vappan á bakinu. Hann verður að hitta þessum skotum. Við sáum hann mjög lengi í gangi í síðasta leik. Allavega fyrsta leik þegar ég var hér. Já, í fyrsta leik var hann lengi í gangi en hann kom tilbaka í öðru leik og bara náði að snimpla sig inn á blað en bara restina af liði fylgdi ekki eins og með. Algjörlega Rín, Alli og Tóni núna 3 eftir á móti Hugo, Leflöf og Sveitt. Þetta er ekki Þórliðið sem við viljum sjá. Þeir eru komnir í gír, þú sér það. Þeir eru að pússa 5 bara strax á móti þeim. Náðum off guard, þetta er bara... Þetta er að finna 1, Leflöf, svarar hann hægt. Tóni allt í hennum mættur og fellir 2 og það er 4-0 beggi fyrir Þór. Þetta er ekki Þórliðið sem þú vilt mæta, Nei, þetta er klassíska Þórliðið, þar sem þeir bara gera það sem vilja og fá það sem vilja og bara... Það fellur allt með þeim einhvern veginn, en út af þeir taka bara réttar ákvarðanir. Þetta eru það reynslu miklu spilarar. Algjörlega bara, þetta er típiska liðið í að yfirspila hitt liðið bara á tempo. En botliðin 2, Þór og Atlantic, ekki ótt sem að getur sagt það, botliðin 2. Já, botliðin 2, einmitt. Þá fallit til Alli hefur bara tekið ákvörðun og Tóni bara vel gert að elda hann. Algjörlega, en Alli núna, hann er í vesinni, hérna koma þeir hlaupandi með tekkur í miðju og Alli veit ekki neitt. Hann býtur á milli þeirra, Alli. Og Peter, hann nær bara einum, þetta er draumastaða fyrir Atlantic. Þeir verða að ná sætinu áður en eitthvað gerist, það er orðað sent í það að bakka hérna líka sniðugt, það er allt í lagi. En eru komin með vappa í hendunar Gefins og M4. Þetta getur líka bitið svolítið í Þóri rassinn, það þurft að lesa peningin aðeins betur, en það er bara gott kól hjá Bjarna að bara keyra þarna niður. Algjörlega, eins og við sáum Alli bara greip í glóðu volkur og hann vissi ekkert hvað var að gera allt í hennu, bara 4-5 leikmenni andlitið á honum og hann panikar og skýtur á milli þeirra. Hann fekk valkvíða, Já, við höfum oft lent í þessu, hann var allir sem að spila á síðis lent í þessu bara hvernig er ég að skjóta á? Og síðan bara skjóta í húti loftið. Ég ger þetta reglulega. Klass, búm, Dabbi. Núna verður að vera stór, hann verður að taka 2 með þessu lágmarki, gerir það ekki! Hvað er að gerast? Góð tímasetning hjá Atlantic hann. Bjarni kemur bara einmitt þegar Frassi er að poppa fyrir ofan hann, hoppar upp á Optimus fyrirgeðu og fellur hann á Algjörlega, virkilega vel spilað hjá Atlantic í þessu rondi. Atlantic bara gjörsamlega keyra yfir Þór og núna er bara Rín einn eftir og hann verður bara að halda byssu. Já, crucial. Hann vill gera skaða hérna því að ef að 4 menn lifa í pistolkaupi, það er virkilega góð búster í Rassaðsson hjá Atlantic í veskið. Rétt. Þeir munu sitja skakkir í nokkur ránd og því að veskið eru svo þykkt undir annar raskinninni. Það er ekki gott fyrir bakið. Það er vel sagt. Það er bara, En fá hérna fyrsta randið á borðið og Runo verður að lifa hérna, finnur Hugo. Hugo! Hugo að gera virkilega vel hér, finnur Rín. Og sjáðu peninginu Þór, þetta er vesen. Þór kaupir hérna, 100 p. 2500 kalla á Peter og alla. Run droppa gungnir, já, hérna kemur það. Kemur vappinn í hendunar. Það gerist heldur betur og Rín vissulega á shotgun. Hálf milljón króna vappskinni, við veit ekki eins og hvað, eitthvað það. Já, það eru til virkilega dýrskinn og gaman að sjá þetta. 3 greinur gerur ráð fyrir að yrði vappi að kíkja í miðju Alli náttúrulega yfirleitt freka framalega í miðjunum með vappanum. Já, þetta er það sem Bjarni er svo góður í með inngeimlítið stíli sinn og þess að kemur á svona evrópskur stíl að hann er rosalega góður í að conditiona lið. Algjörlega.
Svo þarna, þú veist, neita kannski 2-3 ránd í röð til að gera og hrædda við þetta pík og það setur alltaf efa í fólk en Þór einmitt svona lið sem bara vita hvenær á að gera það. Algjörlega og hérna hinum megin skópinni og Leflöf Rín, sjá hvað hann agaður. Hann að dansa tango við dauðan þannig að ef hann tekur 1 skref of langt, hann dauður. Og Rín. Sá hann svo sitt hann á svona, ekki? Nei. Nei, ég held ekki. En það má engu muna en á akkurat þessum tíma þá eru 2 menn Atlantika að labba upp tengi, eru búin að klíra tengið, bara núna inn á shortið gerir ráð fyrir. 45 sekúndur, það er ekki mikið búið að gerast. Tóni finnur hérna dyngt í gegn. Missir þarna helminginn af lífinu Hugo í gegnum viðinn. Þetta Smoky Heaven frá Sveit, flassar það út monster en þar er enginn. Rín stendur staðfastur. Og það er ekkert að gera spíðmegin. Hvað er Alli? Alli að halda 5 hann með Peter með scout og jumpspota. Þetta verður eitthvað litla beitið. Já. Birnir má ekki láta pikka sér hérna í 5. Leflöf að leita spíðmegin. Þú verður að bíða Birnir. Alli fer á línu, fer á vitlausum tíma og Alli finnur það samt. Alli, hann verður að halda þessu. Alli séð skot, búinn að finna 2, finna á 3, heldur betur. Bara look good, play good. Sko. Það er nefnilega málið. Þórsmenn að vinna rándið strax tilbaka. Vá. Ég held að Alli, af því að hann fór einmitt úr línu þarna í 5 megin. Ég var að horfa á radarinn. Birnir var með, ég held að Birnir myndi ná honum en Alli náttúrulega bara sé skot, finnur killi. Algjörlega peningurinn Atlantik megin hins vegar í frábærum málum. Þeir áttu það bil 8 skall, 7 skall hver, eitthvað það bil og þeir eru að kaupa í næsta rándi þótt að þeir tapi þessu numlega. Dabbi að spila frábærlega líka. Rétt stað á réttum tíma. Algjörlega. Sjá Alli, hann er strax svona hræddur við að spila framhæla, hann er náttúrulega ekki að láta grípa sig eins og áðan en hérna er nokkur hratt fyrir Bjarni að hitta góða tímasendingu en finnur ekkert fyrir þessi snúð hér. Þór fari í double weapon strax. Já. Það er athyglisvert. Algjörlega Rín á hinum vappanum en Leflöf að hafa betra á móti Alla, það er ekki það sem þú vilt að gerist. Alli verður að vera í skotskoðunum hér eða er alltaf eiga sjens á móti Atlantik. En Peter, næsti maður að taka á móti Atlantik. Smókur fer að feita núna, hann fer inn í smókin Peter, hann er búinn að gera þetta svo margoft. Birnir sér við honum en samt ekki, Peter hefur samt betur. Peter gerir virkilega vel en núna eru 4 leikmenn Atlantik í 5-unni. Einn á klósettum, þeir eru 3 að labba, 2 að labba áfram 5-una, fá sennilega flass. En þarna Hugo, mikilvægt kill, finnur Peter. Rosalega mikilvægt og Tóni cut off guardina fæs hann 2. Tóni að gera þetta ránd að Þórs rándi með þessu 2 killum. Tóni er litla vélmenni. Hann er rosalegur. Robot movement á músinni hjá honum. Hann er einn af mínum uppáhaldsspyrirum líka í Go. Já, algjörlega. Þegar hann var Tóni og Salvador. Sko að gera vel en Tóni kom inn á 3K. Hvað getur hann gert hér, Leflöf með vappa 1 eftir á móti 2 hér í hausinn á honum en Leflöf dansar í kring. Það var engu muna að þessi búinn að missa lífið hér hlýtur hann að missa eða hvað? Ég held að ég sá line-upan í hálfa sekundu. Hvað er að gerast? Þetta var klaufalegt en Þórsmenn hafa betur. Þetta er bara svo típist líka Þórs leikur eitthvað sko. Ég smá hana, fyrir utan hana það sem Pétur deyr í klósetti þá bara, vá, þetta er ekki Þór liðið sem út með þetta sko. Algjörlega og í overpass af öllum uppum, þetta er, ef þú byrja sterkt í overpass, CT, þá er eftirleikur mjög auðveldur fyrir því terr. Er ég að sjá rétt? Dabbi er á átisökun en ekki Rín. Ha? Já, þetta er auðvitað bara eitthvað glitz in the Matrix. Já, wow, sko, við vorum blúpillaðir, sko. Já, þetta er skrítið, sko, en Dabbi mætir á skjótt þegar hann rætsingar og hefur ekki betur á móti Sveit sem er inn í rörinu með AK í höndunum. Dabbi ekki alveg vígalegur átósötkun og Rín guðfæðir átó á Íslandi. Ég bara, þegar Runo er í döstinu með átóinu og maður fær bara svona kýtl, sko. Það er nefnilega málið. Ég spilaði með honum síðast 2 leikjum daginn í Núk. Hann spilaði átósötkun úti í City. Ég er ekki hissa, sko. Nei, hann náði, ef ekki 4 killum með átósötkun úti, en sko longrange úti. Þetta er alveg galið. Síðan tek ég þetta, ég er uppið mennin og ég get ekki einu skoti með þessu drasli. Hérna Alli að gera mistök, Leflöf, búinn að fella alla, Peter að verða stóð, hún að finna 3! Hvaða finnur hann 3 leikmenn?
bara ég set spurningamerki við nafnið hans eins og hann heitir sko, þetta er bara... Þetta er ótrúlegt, núna er það Sveittur og Lef Fluff, allt í núna er 2 eftir, þetta leit svo vel út fyrir Atlantic. Þetta er bara búið að gerast öll ránd, Atlantic byrjar rándið vel en bara einhvern veginn kemur Þór inn og bara... Þetta er ótrúlegt, Peter, hann er að bjarga Þórsmönnum hér með þessu 3 killum, ótrúlegur Peter. Molli, hérna út, Tony finnur fyrsta killið. Þetta er bara hvað er að gerast? Þetta er bara Þór, þeir eru komnir að ról. Það er allt að falla Þórsmegin í þessum leik. 7-1 er staðan á móti Atlantic. Þetta er ótrúlegt. Ótrúlegt. Ég sá nára að teki ekki í Tony og fantasy-liðinu mínu, sko. En hvað þurfa Atlantic að gera hér til að koma sér aftur inn í leikinn? Sko, þetta timeout kemur á seint. Vanlega Bjarni búinn að timeouta fyrr hér, sko. Mér finnst það. En þetta er samt timeout og þið þurfa að halda til að aðeins stoppa hérna sigurgöngu Þórs. Þetta er bara svo típist allt, sko. Þetta er bara yfirspilun hjá Þór. Þór bara einhvern veginn að fá þessi 3K alltaf, bara ránd eftir ránd að finna þessi ótrúlega mikilvæga kill þegar Atlantic er að koma inn á sætið. Tony með 3K, Peter með 3K. Þú veist, þetta það er alltaf falla Þórsmegin í þessu leik. Allt. Já, en þú veist, það getur ekki verið að það, þú veist, þegar Þór eru sem gýra það, þú veist, þetta er öðruvísi einhvern veginn. Já, þetta er algjörlega. Þetta er ekki þetta típiska, þetta fellur með þeim. Þetta er bara einhvern veginn, þessi Þór, þetta hafið, þú veist, bilun. Þetta er bara þessi kemistrí á milli þessar leikmanna er bara á þessum stað. En núna... Ég fengi að finna fyrir þessari kemistrí oft, sko. Þetta er... Ég veit ekki hversu oft ég lenda í öðru sæti á móti hafinu, sko. Algjörlega, þá sennilega þegar þú varst að spila með Seven eða eitthvað? Nei, því ég var í Banta og Dusty line-upinu. Algjörlega. Þú hefur náttúrulega verið í bara gott sem öllum liðum á landinu. Þannig fekk einn reynslu bolta með mér í kvöld. Vá, sko, þetta er... En sjáðu hópið á Atlantic, þeir eru búin að gleypa jútilið frá Þór. Já, hvaðan kom þess að neytur? Var þetta í byrjun eða? Ég var svo upptekinn að... Nokkuð vissum að Lef Fluff hafi verið leggaður, þetta er nú þannig hópið. Já, það er rétt hjá þér. En Sveittur hefur gripið grenu einhver staðar á lífsleiðinni í þessu rándi allavega. Já, það er örugglega Peter með sína klassísku neytu. Var ekki Bjarni að fá droppað jútil? Jú, Bjarni er að reyna að skipa fyrir úr sérðarnar og horfa á strákana. Þú fer hingað, droppaði á mig jútilinu, þú fer hingað. Þetta er skot sem verður að hitta Ali, hann finnur samt killið, Birnir. Gott trade þetta. Virkilega gott trade, mikilvægt trade hjá Sveitt á alla. En Peter er núna eftir en Lef Fluff treytar leið. Hérna, þú veist, þetta er rétt mentality hjá Atlantic. Þeir eru að gera rétta hluti, en það er bara ekki alveg nóg mikið ákveð, þú veist, þeir eru ekki ákveðnir, sko. Algjörlega. Það þurfa 2 menn að koma með Danir og sæti, sko, ekki bara 1. En þú er bara heppnir að fá að hann fekk ekki í túkið hann, sko. Það er nefnilega málið frábært að hafa svona leikmanni svo þig sem að skilur leikinn alveg frábærlega að greina þetta. Ég horfði bara á þetta og bara, vá, þetta var flott. En hér kemur Tony í rítekinu, Lef Fluff og Bjarni, þeir eru lágir í HP-ið, sjáu HP-ið, það er 12 og 20. Þurrða ránd, þetta er crucial. Smók, Molli! Mollin er frábær! Og núna er Lef Fluff með vappan. Dabbi er frábærlega staðsettur. Dabbi að gera allt rétt hér, tekur þessa báða leikmenn út og það er 8-1 fyrir Þór. Sko, Atlantic eru líka bara, þeir eru örugglega að verða pirraðir, sko. Þeir eru alltaf að komast inn á sæt, ná planti, ná entry honum, en þeir ná ekki að loka rándunum. Algjörlega, það er spurning hvort það er að fá skorbortið upp, eru ekki bara gott sem búin að ná planti í síðustu 3 rándum. Það er virkilega dýrkeypt fyrir þá að vinna ekki þessi ránd þar sem að bomban kemst niður. Þeir eru ekki að ná að loka þessum rándum. Er það spurning að breyta hans til að fara B? Eru ekki búin að fara A í öll ránd og enda A? Bara öll ránd hafa þeir endað A megin. Spurning hvort það er breytið til hér. Byrja uppi í defaultinu í það minnsta. Tempóbreyting, taka 5 hérna. Nei. Það er í Balloons, Alli aftarlega með vappan tilbúin í akkurat þetta engur hér. Vá, Lef Fluff, heppin að halda lífið þannig. Vinna svo lill. Sveittur búinn að finna allt infóið á sjortinu, hann á sjortið, Hugo á tengi, þeir eiga allt map-kontrólið, þannig að B-megin, þannig í miðjumappinu meina ég, já og B-megin svo sem líka þeir eiga sjortið. Alli hittir þessu skoti, Lef Fluff feldur. Birnir framalega í klósettum.
En sjáðu bomban að fara B-megin. Þeir ætla að reyna að finna þetta er akkurat það sem að þurfti að gera. Birnir þurfti að finna þetta kill. Hún að Tony og Alli á sætinu. Sko, Atlantic eru búin að breyta þessum, en sko, Þór finna bara lyktina því, sko. Og hérna kemur hratt, tekinn og þetta vantar alveg flatti hérna og Dabbi finnur 1 kill og þeir eru bara að setja 2 eftir og Bjarni mollar út. Dabbi með 2. Dabbi, gjörsamlega næstu búin að finna doppuli á sjortinu líka. Það mátti engu muna. Sko, Þór er að hlaupa með þetta mapp. Bara skellið hlægjandi. Við þurfum að pása hérna, þetta er bara, það er bara eitthvað. Bara í guðana bænum klárið pásunar ykkar, farið og náðið ykkur í Red Bull, gerið þið eitthvað. Talað það, hérna. Nammi. Einmitt. En þetta lítur alls ekki vel út fyrir 9-1. Verið að leiðra þetta mig, ég er bara orðið svo æstur, ég kann ekki telja. Jésús, þetta, vá, sko. Við viljum alltaf Red Bull. Alveg saman hvað klukkan er. Það verið að læða því að eyrað á mér að klukkan sé 9, það skiptir engu máli. Shameless plugina. Bara á slæginu 11 rífiði flipana af einum ísköldum Red Bull. Verið vakandi fram á þarnæsta þriðjudag, það skiptir engu máli. Þá er næsta umferð í deildinni. Hérna kemur pásan og smá tempóbreyting síns mér. Þeir virðast vera að fara B-megin. Já, þetta er bara pop, þetta er popplay og þeir þurfa þetta, en Þór bara tilbúnir. Þeir taka allt aðkontról, spila aftarlega, þetta er bara, algjörlega ég veit hvernig Atlantic geta vinnandi ránd. Mjög aftarlegir á B-inu sem er bara fullkomið í akkurat þetta play. Money Nate. Rín, hann er búinn að finna einn, hann finnur annan. Það á ekkert að ganga fyrir Þór, ekki neitt. Atlantic. Fyrir Atlantic minna ég. Ég þarf að fá mér Red Bull. En hér Alli. Vappan í hefn, Hugo, hann verður að reyna eitthvað ótrúlegt hér, búinn að finna 1, finnur hann meira, gerir það ekki. Fá allavega plant og fá betra kaup í næsta rándi, það er allavega eitthvað. Fá Vappan og þeir þurfa eitthvað hérna. Það þarf eitthvað ótrúlegt að gerast til að Atlantic vinni þetta. Þórsmenn eru komnir í gang, díselvélina norðan, farin að malla, Massi, Ferguson, City. Hún var snemma í gang líka, sko, það var búið að vera að hitta hann upp, sko. Þetta er ótrúlegt, við sjáum þetta ekki oft, line up. Lið Bjarna að tapa svona stórt í overpass af öllum möppum. Nei, þetta er eitt að held ég upp á smöppunum að Bjarna, sko. Já, þetta... Tony 3 death á Tony og Runo. Það er bara lítið að frétta, sko. Já. En það er smá tilbreyting hérna, allir fyrir tengi finnur kannski endrið, nei. Hugo, Hugo að lifa hér. Dansa tango, þannig hinum meginn við hann, það er að halda lífi. Ólinn delayar þetta aðeins, en Alli geti verið vesni ef hann bakkar ekki fljótlega með Vappan úr tenginu. Hérna, Leflöf, hinum meginn Vappan. En ekki skotið! Þetta er ekki gott. Leflöf, hann verður að hitta þessu skotið ef Atlantic eiga séns í þennan leik, en Sjáðu hvað hann er, þeir eru kokki, þeir pusha bara 2 monster. Já. Finna fraggið. Enda staðan 10-1. Þetta er ótrúlegt. Og Atlantic er í bomba. Já. Bomban er á spáni. Og Alli, finnur bara næsta. Þeir eru bara lappinn í línunar. Leflöf hefur hins vegar betur núna. Nú bakka þér. Við vita að bomban er aftast. Leflöf reynir að halda í eitthvað markkontról hérna meðan Hugo trítlaði eftir bombunni. En sjáðu Rín. Hvað er hann? Hann er búinn að bakka inn á bíð. Búinn að bakka úr þessu púsi. Tekur ekki óþarfa séns að 3 eftir á móti 2. En Hugo og Leflöf, þeir verða að vinna þetta ránd. Þeir eru annað í boðinu. Þetta bara, já, það lítur ekki vel út fyrir Atlantic. 10-1. Ég var nú ekki að búast til þessu. Ég var að búast til að fá hérna góðan leik. En það bara, Þór eru bara með númerið þeirra. Rín búinn að finna allt info í heiminum. Grena næstu því góð. HPN Rín hefur bara einfallega betra á móti Hugo og Rín búinn að vera á bekknum. Wow, Leflöf með glæsilegt skot. Það verður að finna killa hennar hratt og hann rótandi kemur, finnur það 1 á 1. Og bomban líkur hinum einu. Pillarinn. Þetta hérna viltu hafa. Leflöf spottar hann bakkar! Peter að spila þetta frábærlega! Leflöf. Þvílíkt og annað eins. Það á ekkert að ganga. Ekkert fyrir Atlantic að ganga hér í dag. Vá, þetta er reynslan að skína í gegn. Vá, Peter ískaldur, hoppa bara tilbaka, skellilægjandi.
Árni var líka smá, Fluff var líka smá efinsana, hann var alveg kominn 2 sekúndur inn í planti, heyrir ekki steppið en samt fer hann að bombunni. Peter bara ískaldur, lappar tilbaka og fær rándið bara upp í hendunar. Fluff hins vegar nær 3K, gerir þetta næstu því að rándið fyrir Atlantic. Svo nú kemur loksins tempobreyting, taka shortið. Algjörlega, komið fram og shortið, bombunni droppað, fá flass í augun og það er bara stoppað. Það á bara ekkert að ganga fyrir Atlantic. Staðan 11-1 fyrir Þór. Nú kemur boostið fyrir, komur svo stráðar. Smá breyting vilja fá boostið hér, en gæti fundið... Nei, finnur ekkert! Þeir eru með Atlantic gjörsamlega í vasan. Þetta er ótrúlegt. Ótrúlegt. Og Atlantic bráðalausir. Reyna aftur að taka shortið. Þeir eru samt með slatta map control, ég meina þeir eru með closet og miðin og allt það og samt eru Þór bara stikka 3B, nei hann kemur rótið reyndar upp. Atlantic hafa nánast fengið allt þetta map control frítt allan leikinn en ekki náðu að gera nokkurn skapaðan hlut með því. Fá oft entry en svo bara, Dabbi, búinn að finna bjalla hér. Offangur lásins. Og Rín. Já, sveittur eitthvað en Tony svarar, Birnir svarar aftur, Rín núna. Mikilvægt, þetta er huge hérna, 2-2, Pétur vinnur killið og við setjum Fluff aftur og takkar ekki boostið niðri eða hvað, það kemur ekki óvart. Peter, Kotti en alveg minn, Kotti boostið, nei, heyra hér, hittir hann, óöppin hann að fá ekki killið en Mollin hafði forsað hann út og ég held allir hafi klárað þetta. Yfirgnæfandi líkur á því. Þetta er bara... Það er ekki mikið til að leikreina hér en staðan 12-1 Atlantic, þeir eru bara ekki inn á servernum. Þeir þurfa heldur betur að gera eitthvað. Það er bara, sko, þetta er bara típisku Þórleikur einhvern veginn. Bjarni með 2 kill, Birnir 5 kill. Birnir með 5 kill. Þetta er maðurinn sem var allt í öllu hérna á síðast tímabili. Ótrúlegt, en... Það er eitthvað ekki að smella í dag hjá strákunum. Það er bara þannig. Já, það eiga vissulega öll lið off daga. En Atlantic eru að fara 0-3 í deildinni. Tapa öllum sínum leikjum. En hérna breyta það til, fara í gegnum smókinn, labba aðeins hérna. Takk ég bara sætið. Finna alla eins og svo oft áður. Ekki fara fyrir mig. Já, vel gert. Bara saman. Nokkur hrættu, Bjarni bara mættur, hann er þreyttur á þessu kjaftaði, hann er bara komin inn en hann er bara bakið í manninni 5, hver er þar? Peter, já, hann er fullkomlega staðsettur en Bjarni hefur bara betur tímasetningin ekki á hliðhóttlu Pétur hér. Dabbi hins vegar búinn að finna einn, það væri ótrúlegt ef Þór vinna þetta ránd. Það kemur mér svolítið ekkert óvart með henni leikinn sem við erum búin að hafa hér í dag. Uppáhaldi mín eru svona ránd. Herðu, býttu Hugo. Já, hérna fáðu 2 ránd á borðið, þetta var crucial, þú mátt ekki enda hálfleik 14-1 sko. Nei, það er ekki í boði. Og helst ekki 13-2, þetta þurfaði ránd sko. Já, þau verða að vinna síðast rándið, peningurinn hins vegar alls ekki góður hjá Þórsmönnum. Nei, eins og við erum búin að tala þeir eru bara búin að halda og fá entry og fá þessi kill, það bara er erfitt að loka þessum rándum hjá. Algjörlega. Hafa náð djúpt inn á sæt í flest öllum rándum, hafa gert þetta, þú veist að það séu 2 eftir lifandi hjá Þór. Það bitnar oft á pening hjá City, en allir ískaldur framalega og þeir eru 3 hérna framalega. Nú eru við bara aftur komnir í sama pakka á hann, default. Já, Atlantic. Þeir hafa trú á þessu. Já, þú veist, Eru þeir að labba kannski henni genið þennan smók? Þeir eru 3 saman hér. Dabbi með autoshockun. Búm. Dabbi! Ég sá þetta fyrir mér. Hann gerði gott úr þessu, nær allavega einu tilbaka en Rín og Dabbi báðir felldir. Og einungis sveittur fellur í liði Atlantic, þeir eru núna 4 eftir. Það er virkilega góð staða að vera með yfirtölu í overpass. Já, það er rétt. Það er bara sérstaklega sem Terri, sko. Þú getur bara nýttir map control svo vel og eins og þeir eru búin að vera að gera, þeir eru búin að nýta sér það en svo bara þegar komin á sæt, þá bara kemur alltaf einhverjum raidboss og bara dribbur það, sko. Músin gjörsamlega ótengd, þeir þurfa að drífa sig í elko og ná sér í nýjar mís, þær eru allavega ekki með másið, taka á hreinu. Alli, hann er að gera þetta geranlegt. Grjótart kills,
Hann verður að ná einum í viðbót. Sér 2 í fjarka. Hvað gerir hann hér? Hann að láta Pútames vinna þetta. Ó, double lane, tekur hann næstu í niður. Hennunar virkilega góðar. Hér, Peter. Það er alveg sama hver á sætinu. Það er alltaf vesen. Peter er búinn að finna 2. Þetta er ótrúlegt. Ég er að horfa á killfeedið, hann er með 2 kill og svo, þú veist, förum við á lifandi mann og það bara kemur ding. Þú veist, hvað meinar þú? Þetta er ótrúlegt. Alveg. Þórsmenn hefur vinnað pistólið. Atlantic vinna síðan bara 2 ránd í þessum hálfleik, 13-2. Það er ekki draumastaða, alls ekki draumastaða. Bara frábærlega spila hjá Þór. Bara, ég meina Atlantic, að mínum að þetta er ekki alveg 13-2 leikur, en þótt hann sé það sko. En bara Þór með sínu klassísku ránd sko. Þessi kjarni er bara það sterkur stund og getur verið það að ég að loka rándum. En þetta sjáu þið, það eru 2 að fara í áttina A hjá Atlantic. Algjörlega vilja ná þetta info uppi. Sækir þetta strax ef þeir heyra þetta. Bjarni heyrir þetta allt. Já, hérna kemur Birnir, Flöffarinn. Hann er tilbúinn í fólki sem kemur upp tengi. Flöff missir það frá sér og þetta er ekki gott. Núna er Bjarni í vesni, hann finnur einn. Finnur annan. Og það er 2 feldir í hvoru liði, en þetta favoritar Atlantic eins og staðan er akkurat núna. Nei, fyrirgefið Þórsmenn. Akkurat núna. Það var svo, þú veist, þeir voru gripnir með buxuna niðri, sko, alveg, sko, ekki einu svona á sér fyrir ekki, það voru ekki niðri. Og Bjarni fær 2 crucial killana. Já, Bjarni gerir þetta ránd mögulegt fyrir Atlantic. Danni á dúllunum, sko, Danni dúllur. Danni dúlla. Já, nýkomið frá Boston, vill fá eitthvað en að, já. Finnur alla hér, þá voru bara Peter og Dabbi, 2 eftir. Og þeir verða heldur betur að gera gott hér. Crucial. Þeir verða að fá þetta pistólina, annars er þetta bara... Já, ef að pistóli fellur ekki Atlantic megin, þá er þessi leikur bara búinn. Já, það... Þú eru bara að lofa þig því. Já, ég held ég sé samlega. Sjáðu Dabbi að gera virkilega vel hér. Peter búinn að finna sveitt og þetta lítur ekki vel út. Birnir dýkkaður í hefinn. Finnur aftur killið. Já, Peter move. Heyri í honum. Heyri í vatninu. Peter, hann er tilbúinn. Lappar í Birni, finnur ekki killið en Birnir, hann er að liðast í sundur, hann á 12 í líf. Virkilega skemmtilega staðsettur Peter. Fake plantar hér eða hvað, stikkar bombuna og Hugo. Hugo komið bara inn og nætt. Hugo að gera þetta mögulegt fyrir Atlantic. Hugo að bjarga Atlantic, vinna pistóli hér. Mikilvægt. Bæði lið. Og bara svo mikilvægt að fá þetta til. Bæði lið vinna City pistól. Og við getum ekki sagt nógu mikið akkurat þetta pistól. Þetta er mikilvægasta rándi í leiknum fyrir Atlantic. Þeir verða að vinna pistólið sem þeir gerðu og núna verða þeir að byggja á því. Atlantic ekki búin að vera góður í pistól yfir deildina. Þeir eru með þessu eru búin að vinna 2 og tapa 4. Já, það er ekki góð statistik. Þór með, búin að vinna 3 og tapa 2 rundar, en þetta verður mikilvægt að þetta fór með þeim sko, en hérna fáum við bara tempóið hjá Þór sko. Þeir vilja bara klára hann að leika rætt sko. Algjörlega, þeir hafa líka hellingsbuffer. Heyra shortið, Hugo fær tilbúinn. M4 í höndunum, finnur 2 en ekki mikið meira það. Hérna Bjarni. Oh my god, svo mikilvægt killi upp Peter. Og núna 2 á móti 2, Peter og Rín eftir á móti Leflöf og Birni. Er þetta plant fyrir Heaven? Er það? Sjáu það? Þetta Leflöf með skátt í Heaven. Hann er að labba sko. Peter, hann er að labba í bakið á Leflöf, hann er feldur hér. Nei, Pétur, þetta að stegja, ég var að bara... Pétur væri nákvæmlega leikmaðurinn í að rífa hnífinn í þessari stöðu. Bara domination. En hann er búinn að niðurlægja og nóg hinga til, annars ekki að gera enn meir. Og hérna Birnir feldur, 14-3 er staðan fyrir Þórsmönnum. Vá, bara leið og Atlantic fær smá að anda með rándi. Þá mæta þeir bara strax í hratt short take. Algjörlega. Hugo gerir rosalega vel, hann fær 2 fyrstu killin af gaurum sem koma. Það er bara, hann gerði sína vinnu, fær 2 og deyr. Algjörlega. En bara, já, hoppandi tekkur og mökkur, það er bara... það er virkilega erfitt að díla við það. Það er bara erfitt, sko. En, hérna, hvað sjáum við? Fyrir að mæta A4, allir að mæta A meðin hjá Þór. Hérna er Flöffarinn í 5-munni, að fara að sjá eitthvað happy movie. Fyrstuna hér gerir ekkert. Þetta hefði verið ótrúlegt ríl ef hann hefði náð einhverju hér. En allt kemur fyrir ekki. Birnir að fela sinni smók. Alli
Hann hinum inn smókin, sér hann mannin undan eða hvað, það maður komin í bak. Bjarni að bjargunum hérna úr slemmri stuði, en það skiptir engu máli. Þór eru komin eiga sætið, en Birnir gerir vel, fær 2 hérna. Birnir með AK í bak, það ekki óskastaðan fyrir Þór. Hérna er fætin í rándinu, Tony á móti honum með klósiti. Þeir labba fram með einhverju öðrum. Hugo og Birnir eftir á móti Peter og Tony. Núna bara Hugo eftir á móti Peter og Tony. Ef að ég væri í þessari stöðu og ég myndi opna skorkartið, ég myndi trilla á mig líklegast. Mikilvægt þing. Hugo, það er stefn, þetta er stórhættulegt. Peter hins vegar hefur betur og 15. rándi komið í hús. Þetta lítur mjög vel út fyrir Þórsmenn. Þetta er bara, þeir eru að sigla svo heimina, bara strax. Lítur út fyrir það. Þeir eru bara engu pening, hvað eru með 2 Diglu Scout, MP9 og 5.7, fáu kit, nei, ekki einu svona kit. Nei, þeir bara ekki peningi fyrir því, þeir verða að taka sénsinn. Og hvað, mökkur hérna, þeir eru reyndar 4 með Headarmore, það er ok, það er alltaf en það kemur bara Monster að sér, það er múlega. Þeir eru að spila númerleikinn, þeir eru að eiga yfir. Já, bara beint disrespect út Monster hérna, en það er Bjarni tilbúin að mæta þeim. Bjarni gerir ekki neitt, hann er störflindur og heldur leið. Fluttur hins vegar, ekkert mikið meiri það, Tony jafnar hann við jörðu, þá er Hugo næstur, finnur ekki neitt. Og það er bara Scout og MP9 eftir, þetta er bara lítur, þetta verðist bara vera að fara Þórmegin. Og Leflöf. Þeir eru hérna að voru að finna út hver á með bombu, vissu það ekki sjálfur. Birnir og Leflöf núna 2 eftir til að bjarga rassinum á Atlantic. Atlantic sigur lausir í deildinni hingað til og lítur út fyrir að halda þannig áfram. Akkurat Þórsmenn bara með yfirhöndinu og rétt rúmlega það í þessum leik. Þeir áttu ekki séns Atlantic. Þetta var, eins og ég sagði á hann, þetta var ekki alveg 6-3 leikur sko, en hann fór samt 6-3. Já. Þetta var erfiður leikur fyrir Atlantic. Já, þetta hefði geta verið, á skorkarti hefði þetta geta verið 16-10 leikandi. Já, svona 16-7-10, ég myndi segja það. Já, alveg leikandi. Ja, Atlantic voru alveg mistakir, en bara þetta klassíska, þessi kjarni sem Þór er með frá hafinu, það bara, maður horfir stundum á að spila og bara hvernig komast þér upp með þetta? Já, nákvæmlega þannig. Þú veist það bara allt í einu 2 komnir í nakkana og fær 3K. Við töluðum að það hefði verið blóðmissir að missa Dettinate í þessum leik. Já, gerði eiginlega ekki, menn steppuð bara upp sko. Ég sá það bara alls ekki, Rín, pappinn kominn inn. Pappinn kominn inn. Og farin að sjá þetta. Það er kannski vítamínsbrautar sem að Þór þurftu. Já, mögulega sko, það er bara vákvæmt, það var bara fallegu counter-strike hjá þeim sko. Algjörlega. Shoutout á Dabba líka sko, bara góður leikur, bara vá. Var hann maður leiksins að þínu mati? Nei, ég ætla að setja á Peter, Peter átti svo mikilvæg ránd, en ég verð samt að henda shoutout á Dabba, hann var alltaf í réttu stöðum til að treyta menn og bara tilbúinn sko. Hjartanlega sammálaðir. Ég set MVP og Peter hér sko. Hjartanlega sammálaðir, Peter allt í öllu í þessum leik og Atlantic sá ekki til sólar, takk fyrir pent. En vissulega mörg ránd sem hefðu auðveldlega geta farið á báða vegu. Já, sérstaklega hann í byrjun því að Atlantic litu út eins og bara þeir voru vel drillaðir og bara vildu gera einhverja hluti en það bara því meira sem leið á leikin einhvern veginn bara þau breyttu bara karakter einhvern veginn. Já, það er erfitt að halda haus þegar þú tapar svona close-roundum trekk. Þá er virkilega erfitt að halda haus. Já, ég kannast við það. En það er bara þannig Þórsmenn að sigla þessu. Við ætlum í nokkrar örstuttar auglýsingar og fara í næsta leik sem er Ármann á móti IBVF. Farið ekki langt. Maður hefur alveg mist sig kannski óvart. Ég bara öskraði stanslaust á dómar. Það er stundum svolítið skrítið. Við fylgjumst með íþróttum barna á hliðarlínunni. Við erum að afreksvæða íþróttirnar allt of snemma. Gleði í bland við álag, kvíða og erfiða tíma. Ég hef verið að gera aðgerðinni á 10 ára krökkum eftir svona ári. Það má stenda alveg há. Ég vona því að komast einhvern tímann í landsliðið. Já, auðvitað. Það er ekki einn af hverju 1000 sem kemst á það leið í fótbolta. Ég þurfti til dæmis einu sinni að segja við foreldra ef að ég heyri eitt orð í vetur frá ykkur þá komið þið ekki fleiri leiki hjá mínu liði. Hliðarlínan hefst 2. október á Stöð 2.
And I am only as young as the minute is full of it. Getting pumped up on the little bright things I want. But I know they'll never own me. Lou, you're the best officer I've got. I'm putting together a task force to have a crack at McHugh. 70% of the cocaine in this city flows through him. I would not be where I am today without you. I wanted to be you. Let me make this right. We never chose to be the people that we are, but we are punished for being them anyway. Is anyone beyond saving? It's a dirty business, doing good. Bestu rafíþróttalið landsins mætast í ljósleiðaradeildinni CSGO. Þriðjudaga og fimmtudaga á Stöð 2 Sport. Velkomin í besta sætið. Okay, guys, I'm going upstairs to my office. Keep away from the pool or you'll drown. Pool's open! Come here, son. Daddy needs an alibi for a few months ago. Where can I get knives and blunts? You're not gonna believe the night I had. Jesus! A friend dropped me off. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Verið velkomin aftur. Við vorum að horfa á Þórsmenn taka og berja Atlantic í gólfið. Gjörsamleg yfirkeyrsla í þessum leik. Já, vægast sagt. Staðan segir það. Gott þegar Tommi ekki, þá get ég sagt það sem ég vill segja. En það er ekkert hægt að segja þennan leik nema Atlantic þeir voru kildir í gólfið. En næsti leikur hins vegar, Ármann á móti IBVF. Ármann IBVF, já. Þetta gæti orðið hörkuleikur eða gæti verið rosalega one-sided walk-off. Ármanns line-upið sjáum við hér. Það eru Hundsi, Ofvirkur, Kraken eða Vargur, Pólis Wonder og Gutti. Þetta eru, já, við höfum séð þetta line-up oft áður. Já, þetta er stórhættulegt line-up. Þeir geta verið on, sko. Með einn nýjan leikmann í line-upinu, það er Gutti. Var kallaði Gutti Rebel hér áður. Já. Hann hefur verið í deildinni áður, eða ekki? Jú, en það ekki. Ég er nokkuð viss um það. Ég ætla að held það, jú. Ég er mjög mótfallinn nikkinu á Kraken. Þetta er Vargur. Já. Við veitum öll hver Vargur er. Já. Pólis Wonder. Hvað er að gerast? Þetta er hyperaktiv. Við höfum séð hann margoft áður. Ég ólennan dreng upp í þessu line-upi. Já. En þeir bara hafa tekið þessu ákvörðun og við þurfum bara að vera það. En það bara, við munum missa og ég mun segja Vargur stæðan fyrir Kraken. Já, ég líka. Það er bara 100% þannig. Því miður. En bara við reynum okkar besta. Algjörlega. Í þessu line-upi, hver er toppmaður Demma? Ofvirkur. Það er svo leiðis. Nei. Það var Ofvirkur að Vargur annarkvort. Nei. Nei, heyrðu. Surprise. Hundsi, ef að þessi gaur er on í leikjum. Það er svo rétt. Þá er yfirkeyrslan bara allt önnur en við eigum að venjast. Já, þetta er bara svo í seinasta leiknum á móti
á móti Breiðabliki á Ármanni. Það bara, þú sást bara hund sem var mættur og það bara, já, þessi hund sem hana sem hljóp upp shorti í döðsna tók forkei með ák. Þegar þessi gaur að hitta, þá setur hann sens bara í 15, hleypur bara á hettar alla. Það er bara svona hleypur frá honum, sko. Já, þetta er ótrúlegt, sko. Ótrúlegt að horfa á hann gaur spila síðastundum, en það var vissulega erfitt að velja í þessu liði. Þetta hefði getað verið ofvirkur líka út í að það er gaurinn sem getur eignað sér leiki og vargur vissulega líka. Já. Þú veist, það er erfitt að velja toppmann einhvern einn í þessu liði. Það er rétt. Ég er alls sammála því. Ég er bara, ég ánægði með Hunsa. Hann er bara stjörnuspilari. Algjörlega. En við ætlum að kíkja á liðið hjá IBVF. Þetta er örlítið breytt line-up frá stórmeistaramótinu. Glæsilegar mottur í boðinu hjá Syntax og Bixi, en line-upið er Syntax, Shine, Pat, Bixi og Crusader. Ætli Crusader sé ekki með mottur líka þá? Það er alltaf líkur á því. Þetta, ég er bara skotin í Bixi núna. Þetta er rosaleg motta. En já, þetta er örlítið breytt IBVF line-up frá stórmeistaramótinu í fyrra. Syntax, Shine, Bixi og Crusader, nýjir leikmenn í rauninni í þessu line-upi. Pat eini eftirstandandi IBVF leikmaðurinn. Já, Pat er nú, það er valjúspilari, sko. Já, en þeir eru vissulega með standinn sem að Crusader er, held ég alveg pottið. Ok. En, eða Syntax, ég veit það ekki. Þetta er allavega ekki venjulega line-upið þeirra. Þetta gamla line-up sem við vorum með allavega og þetta er náttúrulega mjög breytt line-up. Ég er náttúrulega að spila á móti öllu þessu strákum, ég þekki hann svo sem ég raunir meira en hitt liðið, en hitt IBVF liðið var náttúrulega þekkt fyrir vertigóið sitt og svona skemmtilega hitti, sko. Algjörlega, Shine, guðfæði CS á Íslandi, en pubquiz-kóngurinn í CS. Förum í toppmann demma í IBVF. Pat. Já, hárrétt. Það verðum að gefa Pat. Þessi gaur verður að eiga leik lífsins hér til að vinna á móti Ármann. Já. Ég bara, I hate to say it. Já, þeir bara verða að byrja líka vel. Þeir eru 0-4 í pistól. Já, en við ætlum bara ræklitt í vídeóið. Leikurinn, hann er bara við það að fara að byrja, þannig við ætlum bara að dempa okkur beint í vídeóið. Hvaða mapp viltu sjá hér? Hvað ætla að sé Vertigo eða? Nei, heyrðu, Óli spilar ekki Vertigo. Fyrsta bannið sem þú giskar á. Ég er ánægður með það. En ég gæti vel trúa að þetta myndi enda í Núk. Já, heyrðu, fáum við kannski Núk loksins. Það væri bara frábært að fara til Cedar Creek. Já, hérna kemur líka respektbanni frá IBVF. Algjörlega. Þú vilt ekki hitta Óla eða Hunsa Inferno, sko. Nei, en með Shine innvortis þá er alveg sama í hvaða mapp þú endar. Þú ert alltaf með ágætis in-game lítir þar. Það er rétt satt. Guðfæðurinn. Núbisbann, heyrðu. Þetta er að fara í Núk. Það lítur allt út fyrir það. Eða hann á Ópass, það er rétt. Nei, ok, það er sokkur í mig. Við setjum eftir með einsent og Núk. Fáum við Núkið hér, heldur betur. Cedar Creek. Það vantar bara svona, við þurfum að vera með svo soundkey fyrir introðans Tomma. Velkomin í Cedar Creek, Ohio eða hvað sem þetta var. Eitthvað í fylkjónum eða eitthvað í þáttina. En Núk er nákvæmlega staðurinn sem við erum að fara í og mér hlakka til. Þetta gæti orðið þá virkilega skemmtilegu leikur. Já, ég held það. Því að það þarf ekki mikið að fara úrskeiðis í Ármanni í Terr til dæmis. Já. Þú veist, IBVF geta lettilega lokað gjörsamlega á þá. Núk er þessu svona handóskjönd mappjörunari, sko. Þótt að lið geta stjórnað þessu algjörlega ef það er að gera hluti rétt, sko. En þetta veltur allt svolítið á heldur hvernig tempóið byrjar, sko. Ef að IBVF byrja vel, þá getur þetta farið einhvern veginn, þá geta það kannski komist í 10 round plus. Já, algjörlega. En ef að í draumalandi 10 plus. Ef að IBVF Ármann fá City og byrja vel, þá veit ég ekki alveg, þá verður þetta brekka, sko. Já, Vargur Krakin á rampinum og Óli úti og þá verður þetta erfiður leikur. Bræðunir úti, já. Óli Rotate. Já, og hann Hyperactive. Police Wonder í vibbanum. Já, eða með One Way í Secret. Og það er City. Það er City okkar menn. Já, þetta verður brekka fyrir IBVF eða byrja ekki vel, en með Shine innvortis E7R er í line-upinu. Já, það var vitlaust hjá okkur. Við köllum hann E. Það er engin Crusader hér í dag. Já, það vantar Crusader. Hann var sérstætt standinn, það er rétt hjá þér. Já, en E, hann leik á allsóti hérna í fyrra fyrir þetta line-up. Virkilega góður leikmaður. Þeir eru að feila hoppinu og, nei, ok. Já, það bara gæti verið að við vorum að fá það að þetta gæti mögulega beggi orðið síðasti síðan leikurinn byrjar það vel, fær hann 2
headshot einhvern fyrir að nei, horfir bara á hann. Heldur bara að spreyja, það enginn að hitta skotun nema Gutti og Hundsi. Glokkin ekki að gera baun hér á móti hér, Bixi. Það alltaf falla með Ármanni hins vegar. Þeir eru 3 lifandi eftir á móti Bixi og Pat. Þetta eru reynda 2 kannúnuna í liði IPVF eins og staðan er núna. Spurning hvað ég geti gert hér. Þetta er erfið staða til að vera í. Bixi reynir í eitthvað pikk hér en þar er Gutti og Police Wonder inni saman. Krakken. Spurning hvað hann gerir. Hann er búinn að gefa rampinn. Veitu hvað er bomba? Bomban er hún upp á síló? Eða upp á vippa? Nei, hún er á gólfi. Hún er á gólfinu, þeir reynda að splitta gólfið og þeir mistu kontról á bombunni. Það er ekki gott. Gutti komin í guðdómlega possu hér. Pat, hann sér aldrei, hann er næstu búinn að læna þetta upp samt sem er ótrúlegt. Gutti með geggja killarna byrja pistolandi vel á 3K. Og það var að Pat maðurinn sem verður að standa sig í stikkinu fyrir IPVF. Hann er 1 eftir á móti 3. Sjá. Hann að kasta músinu og orða af músamáttunni en það var ekki nóg. Gutti með 3K. Algjörlega. Kraken að negla sér í 1 og Hundsi að opna rónduðana. Ég hélt að ég var að fá að sjá eitthvað típist vilt Hundsi að spreyja þetta með uspinu 3 hausar en nei, ekki var svo. Gutti neglir í 3K og Colt með. Algjörlega. Gutti sem hefur átt svona frekar erfitt uppdráttar hingað til í deildinni að stimpla sinn með hörku í fyrsta land. Já, áfram með hann. Ég er bara alltaf gaman að sjá spilaði stimpla sinn í deildina. Já, algjörlega. Og hvað þá í senuna. Algjörlega. Það er spurning hvað IPVF geta bóðið okkur upp á í þessum pistolrándum. Syntax á skátinum getur verið stórhættulegur. Hittir Police Wonder hér sem að þýðir það að Police Wonder hann er bara one hit með diglu og hann bakar bara aftalega hann verið í gluggana eða hvað. Með kallan dabba, eða ekki? Jú, hvernig mann Hyper, það á bara við. Já, kannski. Mér er alveg sama hvað hann segir við köllum hann Hyper. Mér er alveg sama hvort hann breytir nikkinu sínu. Þetta er svo leiðileg staða fyrir Terrana, sko. Hyper feldur hér, Bixi hefur einfallega betur og fyrir afnan! Bixi að gera þetta næstu í geralegt en það var bara E1 eftir, hann er í lobbyinu með deglu. E7R minnur. Já, hann er kallaður E. Já, bara E? Já, hann er bara kallaður E. Ok, E er eftir. Ok, fílaða. Ég var gáttaður á þessu og þú þegar þið voru í stórmeistara í fyrra. Ég var alltaf að reyna að segja E7R, það er bara mjög óþjált og leiðilegt, þannig þetta er bara E. Hann var sérst í line-upinu með Pat? Já. Ok, geggjað. Þannig að þeir eru 2 á original line-upinu og fá hann að 3. Já, algjörlega. Alright. En ég meina Shine og Syntax og Bixi, það er erfitt að eiga við þessa gauðra. Já, það Shine, sennilega einn af stærri heilum CS heimsins á Íslandi. Bixi stórhættulegur í eiminu og Syntax virkilega erfiður viðregnar. Hann er ekki búinn að gera neitt hér í dag. Ekki enn sem komið er. Ég meina eins mikið að við erum með metnaðarfulla strák í dag, þá held ég að Shine hafi hort á flest demo á Íslandi. Já, það eru yfirgnæfandi líkur á því. Já, hann horfir á mikið CS en Shine. Hann var líka með margur. Þetta er svo típisk lína. Á hreinu þarna. Hérna koma þér í genn smókin, heyrðu í raulátinu og hann finnur bara 1-2 ofverku komin í backupið, finnur 1 og hann rífur upp dúlluna. Já. Hann er bara búið með öll skot á landinu og þá er Pat 1 eftir. Já. Margur klárar þetta hins vegar. Það er ekki maður sem vilt hafa á eldi í rappnum. Það er svo, hann er svo góður í að lesa leikinn þegar kemur að svona akkerstöðum, sérstaklega eins og ramp. Hann alltaf má ekki gleyma því að Vargur, þetta var sko, ef hann það er erfitt að koma að þessi orð, þessi gaur, ef hann væri jafn góður og hann var í 1.6 þá var hann út í heima að spila. Já, ég náttúrulega spilaði ekki í gamla daga en ég hef heyrt svo mikið af sögum og hann stimpar sig hérna vel inn í byrjun. Bara vildi ekki hafa hann hittar inn í rafnum, ég veit það allavega. Ekki, en Óli komur að vappa hann strax líka sko. Og útismókanir hitta ekki alveg, það er smá gap í þessu. Svo ekki í sama line-up og venjulega hitt ekki öllum útismókunum að það setur babb í bátinn því að þeir geta ekki krossa hér. Shine hendur móla í Secret, keyrir í gennum smókin, finnur næstu í vatpan hér, ofvirkur, hann spray. Shine að gera virkilega gott mót, næstu í búinn að taka út Hyper þarna. Óli, nei, krakkinn að koma upp Secret, nei, þarna hefur við viljað fá, vitað ekki að sjá honum það? Nei, það getur ekki. Aðeins of seinni í þetta. Hefði getað dótt í
nammi veisluðuna en finnur engan þessi grena hins vegar virkilega góð Bixi hendur smókur fram að sig, reynir að berga sér út úr þessu. Hérna þurfum við samt, sko, nei þeir hljóta ekki að vita hann Secret því annars væri við farnir ramp, sko. Rampurinn er búinn að vera gefinn núna í 40 sekúndur. Algjörlega. Það er ekkert rít í gangi hérna, sko, nema bara þeir bara sá hann ekki, jú þeir eru svona að smóka. Þeir heyrðu í hún að skjóta í Secret á hann og grena en vita kannski ekki að þetta sé krakken eða hvað. Þeir eru allavega mjög rólegir. Það lítur að vera að vissa Óla. Já. Drápu Dabba. Já. Spurning byrjar að lappa í aftan rampinum hérna. Þeir eru bara aðeins og seinir. Vargur er bara komin aftur á rampin með Famasinn í höndunum. Klassið hendi fyrir fram að droppa niður. Hann ætla ekki að deyja og ætla ekki að gefa þeim B-sætið. Þeir elta niður Kraken hefur bara betur komið 2 í rad og þann Partnar. Patt að gera virkilega vel hins vegar aðeins og grimmur. Bixi hann hætti bara við. Já, hann bara, ekki séns, ég þarf að halda hér. Ég vil leiga hann á Naká. Too late og aðeins lengur. Þessi maður er með 4 kill og Patt 2. Já, þetta er alltaf bara 4 ránd búinn. Mér finnst að IBVF ættu bara að fá 4 ránd gefins út af þessari mottu hjá Bixi. Þetta er eitthvað vígalegasta motta í deildinni. Verður mottukeppni hérna á Super Saturday, eða? Það verður mottukeppni á stórmeistaramótinu, það er á hreinu. Já, ok, ég fíla það. Ég ætla ekki að taka þátt í þeirri keppni. Ég get það ekki en ég sleppi því bara líka, sko. En 4-0 er staðan fyrir Ármanni, svo sem ekkert óvænta tölur. Ekki þannig. Nei, vinna fyrsta gunround, alveg frekar örugt. Ég meina, það var ekki mikið í ganginni á IBVF, en þeir eru meina AK og 4 tekkur, þetta virðist vera eitthvað, þessi sömu 3 rútismókar. Algjörlega, en eru þeir að hitta rétt núna? Hittu ekki á þann, virðist að hafa hitt þeim núna Shine, hann er búinn að drilla þessa smóka í þaula, en þeir sjá í hausinn á honum, Óli ofvirkur, hann sker þá! Það er gap í smókunum. Það viffa einhver smókana. Það var ekki Shine. Kannski Shine að þú getur tekið þessa smóka alla frá einu stað. Ég get lofaði því að Shine hittir öllum sínum smókum. Hann hefur ekki feilað smók síðan 2007. Hér koma þær út Vargur einhvern veginn á lífi ennþá. Þeir eru bara... En fá allavega plantið niður. Það er akkurat það sem þið vildu í þessu rondi. Vildu fá plantið. Vilja fá peningi. Sko, Ármann eru komin strax í þann gír að berjast kill, sko. Já. Þetta er ekki gott fyrir IBVF, sko. Alls ekki. Stór hættuleg staða fyrir IBVF til að vera í. Því að Ármanns liðið eins og við þekkjum, þeir geta hent í gömlu góðu dísilvelin og gjörsamlega valtað yfir öll lið. Já, þegar þeir komast í gang, þá eru þeir, þegar Óli fyrir í gang, sko, wow, sko. En það bara gerist ekki nógu oft. Já, það er alltaf búið að gerast, það er ekki 2 stundur á tímabilinu. Já, hann er alltaf búinn að vera rosalega duglegur í að endurja ránd og opna upp ránd sem terr. Alltaf hérna leikinir, báða 2 leikinir. Algjörlega aftur hendaði sömu 3 smókunum hér. Nei, jú, henda sömu 3 smókum hér og núna hitta þeir. Sýnist mér henda í Navi vegginn. Jú, Navi veggurinn held ég að þetta sé, en hérna þeir geta læðist inn í vippan sem þeir gera. Pólisóndur sér ekki neitt. Hyper hleypið inn í vippa, núna er Huntsi gargandi. Hvað var að gerast? Bása 2 endri, plantið að koma niður. Þetta er vel gerlegt ránd. Mollar í hefen, Kraken forsaði niður, ofvirkur og Pólisóndur lifandi ásamt varginum. Hvar er Arnar? Er hann að labba bak lobby? Jú, núna. Þeir eru leit í það, mjög leit. Þeir eru allir kitt, þannig að hafa smá tíma. Þannig er hann að búast við honum, það er alveg rétt. Syntax. Gerir ráð fyrir, þetta er ekki draumastaðan, hann verður að finna þetta kill. Bixi svarar þessu. Bixi komin á leik. Svarar kallinu, það rúmlega hittir sínu skotum. Bixi, hann hefur aldrei tapað svona rándum áður. Gera hann það hér? Nei, heldur betur ekki. Bixi að svara kallinu. Það er fyrsta rándi fyrir IBVF. Já, snemma fyrir en ég bjóst við, en þarna voru held ég bara Ármann aðeins að ofhugsa sig einhvern veginn í playum, sko. Þarna hefði ég bara viljað sjá mann fara til hefvennið, Vappan jafnvel droppa flössum á hann og flassa bara Arnar inn í þetta, í staðinn fyrir Arnar hann að langa ring, skilju. Þeir eru að búa stöðunum í bakjú og hann er alltaf bara heppinn að fá killað á hann í ískur. Já, bara tæmingið alveg með margi liðið þannig. En bara, já. Og aftur henda þessu með útismókunum. Já, það ekki, er þetta ekki svona smókuna? Jú, Hyper. Það er breyting. Mætir í vippa, það er alltaf gunnar rampinn með þessu. Þeir heyra allt. Eða hvað? Ég lætur alveg vel vita af sér lobby, þeir gætu alveg gert ráð fyrir þessu, en þeir hafi ekki heyrt neitt eða séð neitt úti.
Gott adjustment, þú sér að Dabbi að spila smókin, betur komið gegn. Bixi, hann með smá presens úti, ekki það mikið, hann ekki að láta vita af sig sem hann eiginlega verður að gera í þessari stöðu ef þeir alltaf fara rampinn hér saman IBVF. Kanski Gapp í smóknum og Óli sér, nei það verður reyndar ekki, Óli verður þá búinn að fara úr þessari stöðu. Algjörlega. En nú eiga bara IBVF, hvað þeir eiga, 1 smók eftir? Shine var að fá droppaðan smók, spurning hvort það hendi... Það er einu smókin. Hvort hann hendir lurksmók í stálið. Þeir að fara bara inn í tekinu? Sýnst að Pat hann er að fara að gera sér líklega en í að henda Util af þakkinu eða hvað? Nei. Jú, hann er að fara gula, upp á gula málin. Gula hér, hvað gera þið með þessu IBVF? Double fake hérna, fara rampinn. Hvar er krakininn? Hann er í off-angle á ramp, hann er alveg tilbúinn. Nei, þetta er inn í tek, einu smókin sem hættir að nota hérna. Smókin fyrir vipp og hérna koma þér straujandi inn á gólfið IBVF. Geggjaður postur í Ármann en Gutti fær bara 1 og... sem finnur engan. Gólfið mjög lekur ofvirkur, hann er mólaður úr heaven og hér Bixi að koma í bak, finnur hann ofvirk, nei, reynir ekki að finna í killið. Vita að þetta er eiginlega þeir geta vart að tapa þessu rándi, Vargur þarf að gera eitthvað ótrúlegt hér en Vargur hann er til alls líklegur ef einhver. Hann er með 7000 ára reynslu í CS, finnur 1 hér. Pat sér við honum samt. Haltu svo, Óli. Ofvirkur. Það kemur kitt, með vappa, enga pening. Já, hann kemur holdið. Já, sniðugt, ofvirkur, heldur byssu hér. Já, þetta var besti stöðun hana fyrir IBVF. Þeir áttu bara 1 smók eftir, taka inn í tek. Algjörlega, ná að tengja saman 2 ránd. Þetta er vel gert hjá IBVF. Þeir voru vel postaðir samt, sko. Ármann, nema bara þeir náðu að einangra þarna Dabba sko inn í vibbanum, þannig crossfire fyrir Ískur opnaði svolítið, eða lokaði svolítið á þetta setup sem við vorum með í gula. Það var mjög skemmtilegt setup sko. Gutti, Klósi, gula, Hundsi aftan á sælóinu. Tilbúin að repíka, en það bara um leið og Gutti deyr, þá er Hundsi bara strax komin í vanda og Dabbi er alveg, ég veit ekki hvort það er rétt fyrir Dabba að púsa henni gefnum smókinu, en það þurfti eitthvað að gerast. Algjörlega. En IBVF komur á ról, búinn að senda Ármann í spar, fá minna, við erum með 2 díklur og vappa. Algjörlega, en þetta er rondin sem að ofvirkur getur einhvern veginn dreigið út ráðskatinn á sér. Þetta eru akkurat rondin, ofvirkur líklegur til alls með hann að vappa. Þannig að sjá Agan líka hjá Shine, þeir eru bara rólegir í defaulti. En ofvirkur samt bara rólegur rampinu með vappan. Og sjá, IBVF þeir eru bara á spóni en þá þeir eru að henda útismókunum núna 1:20 eftir á klukkunni. Og þetta eru venjulegir útismókar. Herru, þeir eiga 1 smók ennþá eftir. Vargur, þetta geti verið stór hættulegt. Þetta Ingul og Vargur með diglu í hendinni. Sér einn mann hér, hittir ekki skotunum. Lefa, vel gert, hlaup í burtu. Vargur tekur fætin aftur og það verður honum að bana IBVF að gera allt rétt hér. Það er alltaf falla með IBVF. Núna er bara ofvirkur, 1 eftir með vappan, hann er í gluggunum niðri, Bixi mætir honum hér, ofvirkur hefur betur, 1 eftir á móti 4. Hérna viljum við líka Óli lifi. Ekki hræðilegu. Nei, erfið staða fyrir hann. Og bara... virkilega vel spilað hjá IBVF. Já, komin í 3 ránd, það eru bara koma okkur óvartina. Já, ég átti vona á alveg leik frá IBVF, en ekki kannski að tengja saman 3 ránd svona snemma í leik. Já, sammála. Þeir eru að sína okkur eitthvað annað hérna. Fyrsti leikur hjá þeim fór 16-6 á móti IA og svo lenduðu bara í sultu á móti Dusty 16-2. Steppi Kókó bara hoppandi með rampina 360 menn sko. Það er bara algjört disrespect en þeir eru mættir hérna. Hérna það er ekkert verið að sína Ármanni neitt respekt. Hérna koma þeir út á gólfið og Pat kemur í vippan, finnur einn nær að bakka eða eitthvað einin, Hundsi nær honum. Og þá er aftur orðið rólegt yfir þessu Syntax, hann er með vappa í gula, Bixi og Shine eftirlifandi með honum. Syntax, hann verður að gera eitthvað með þessu vappa. Value push, value info. Hyperaktiv að gera allt rétt hér. Það er náðan á tími, nei. Hvað Hundsi, hann er bara með puttan á púlsinum, sér einn mann út stáli, sér næsta mann líka, Bixi, nær hann að lifa þetta af. Syntax, hann verður að hitta þessum skotum. Ódýrt ránd. Ármann að koma tilbaka hér. Sko þarna hefði þurft smók sko. Já, þarna hefði þurft eitthvað. Ef þeir ætla að labba svona út í Ískur og reyna að koma vendi, þá þarf sko venddrop smók, ekki bara labba gennum Ískur smók. Þetta er bara... Algjörlega. En ég er samt ánægður með, þú veist, til dæmis. Bara gunnaði út stálið, þeir eru ekki hræddir.
Það Já, en engin hann fer bara einn, það fylgir honum enginn. Já, það sennilega Kannski eitthvað miscommunication. Nei, ég held að hann hefði bara reynað að finna entry. Já, bara vilja að fá killað hann. Já, gruna það. Vel verið. Upp á að fá rotatið, shine, maður veit aldrei hvað þessi heili að hugsa. Óli, framalega, finnur entryð, maður með honum. Það sem að ofvirkur þekktu fyrir akropústin. Finnur var krakkinn á rafnum og þeir eiga rampinina. Þeir komast niður frítt. Og það enginn í backupinu, ofvirkur bakka niður secretum leið. Þeir hlutaði núna, bomban á spóni, nú splitta þær allir upp. Ég ger aldrei ráð fyrir ofvirk hér, ger ég ráð fyrir Bixi að búin að finna hyperaktivin úti. Það alltaf að gerast í þessu rándi. Rólegur í gluggum niðri. Búm. Hundsi með puttan á púlsinum, fellir Bixi hér. En nú þurfa, Þetta timing fyrir alls ekki gott. Gripinn með smók í höndunum eftir að halda línunni í 35 ár. Þetta má ekki gerast. Þetta svo típist. Nei, sko, það sem gerist hana er að þeir fá map control það sem þeir vilja, en þeir eru bara einhvern veginn í föstum vönum og þeir droppa bombun og spóni bara sem að gera í face it. Já, það virkilega slæmur á hann í svona leikjum, en Syntax að fá frítt plant hérna virkilega vel gert. Valjú. Gott að fá þetta peningabúst. Hundsi í stálinu og ofvirkur og komin í vippa auðvelt. Hann á, eins og ég segi, þetta er ekki, þeir hlaupa hana niður með bombu, þetta er allt hana ránd. Já, algjörlega. Ofvirkur hefði verið komin snemma í Secret, en maður veit aldrei hvað þau skeið. 7-3 staðan fyrir Ármann. En Ármann að byggja líka góðan pening, Leo 3 hérna, mikilvægt. Og núna IPVAF, þeir eru bara pistlur hér, hvað eru þeir að fara að bjóða okkur upp á, ætla að sé ekki eitthvað rætt. Það er alla líkur á því. Já. Hvernig eru þeir? 3-4 smóka, þeir taka út smóka. Og eða bílinn. Og það er bara keistla niður, gerir ég ráð fyrir. Smók? Það er 69 sem eru að rugla með það, eða hvað? Nei. 69 ruglar alltaf í mér. Herðu, koma hérna úti. Dabbið með gott kill hérna á hann að bakka. Hundsi passar upp á sinn liðsmann. Algjörlega. En Bixi komin í góða stöðu. Bixi og Pat núna eftirlifandi. Bixi, hann á næsta play. Bixi, hann er við sloppið óséður hér, sér í byssuna hjá Hundsa. Hundsi, hann er að fara að missa ennið hér eða hvað. Oh my god, þetta getur verið huge. Nei, Bixi, þetta séð maður ekki oft hjá Bixi. Deglan á svíkjan. Hann var ekki búinn að stoppa momentið sitt. Þetta er svo sárt að sjá. Hvíldu í friði, Bixi. Hann var með... Við höfum allir lent í þessu. Já, hann var með rítana, hann var með bara tækifæri á 2 killum hann. Þetta hefði verið game changer, eða round changer öllu heldur. Hún er hyper næstur. Pat á vappa. Og það er bara maður komin upp á sæl og gutti. Og maður komið bak úti, Pat með 7000 í sens. Kúku aðeins snemma hana. Það er ótrúlegt, heyrir í mannum droppa Afríku, gerir þér á fyrir, það er annar maður. Þetta er ótrúlegt, það á ekkert að ganga fyrir Pat hér. Hann er ekki vappspilari. Nei, er hann með svona hátt sens, Pat, eða? Já, eða með svona létta hendi, það er annað hvort. Kannski er hann með másextel, hver veit. Já, hann alltaf var að snúa sig mjög mikið í hringi hana. Já, en ég hef oft séð þetta hjá Pat, hann spilar svona á músinni. Eimið hans er svona. Svo smásmomentið. Og það virkar fyrir hann. Já, hann frábær spilari. Mjög hrifinn á Pat. Líka alveg competitor, bara, hann er með eitt af fallegustu hárunum í deildinni, sko. Já, sammála því. Herru, það er bara í beinti innurraus. Koma þér. Hér Hundsi feldur, en mollin er virkilega góður. Bixi, hann er feldur, Syntax svarar leið. Syntax með 2 crucial kill. Það er alltaf falla með IPVAF hér. Þeir eru 4 lifandi eftir, eru ofvirkur og hyper bræðunir hefur að retaka hér. Bomba er aftur fyrir utan. Nei, þeir eru strax komin niður. Bomban er plöntuð. Ég með heyrist hann taka bombaðan. Kemur fyrir á bestu bæjum. Syntax, hann er undir kattinu, ofvirkur, hann er í one way, sér ekki neitt og hann bakkar eða hvað, verður hann ekki bara að halda byssu úr þessu. Þeir reyna hér, bræðunir, þeir reyna þetta. Hyper, hann er komin að sæt hér. Þetta, hann dettur og deyr. Hyper núna eittlifandi Shine og Pat á mótunum. Þetta er ekki gott fyrir fragdeldina, mínus. Alls ekki. Polish Wonder er hann að fara að ninja þetta hér. Fær hann þetta heldur betur ekki Shine. Hann er með GPS-snitt hvað hann plantaði bombunni. Hann hefur ekki látið deffa í gennum smók í mörg ár, kallinn. Hvað gera þeir kaupa hér? Já, Óli kominn á vappa. Það kemur ekki óvart ef að Ármann myndir lobbykrönsa hérna. Já, það er gott sjátt. Já.
Samt Famas MP9, sjá til. Sjá hver allar með spánin. Sjá. Já. Mögulega. Nei. Gott svo. Er það bara annað út innurus? Já, það er bara beint í gennum ískurinn að einn droppa vent. Einn droppar í vent. Fara fleiri í ventið. Nei, gera það ekki. Þetta, Gutti að gera mistök hér. Þetta var ódýrt hjá Gutta. Bixi, hann er búinn að spila í mörg ár. Hann hefur séð þetta allt. Hann er í draumalandi hér. Kraken með einni líf hann á rampinum. Og fær ekki killið! Hvað gengur á? Input lag á músinni á Beint í Elko og fáðu nýja mús. Það gengur ekki. Já, sko. Þetta var herðu, Dabbi. Hvað er að gerast? Hyper allt í hennu komin í bak úti. Aftast í lobby. Vinur að stinga hann bara í gegnum. Nei, ok. Dabbi, nei, trigger discipline. Hann kann það ekki. Já, mikilvægt samt. 2 kill. Leið og hann sér eitthvað móterið þá ítar hann á máseit samstundis. Það er alveg sama hvort að hann reynir að halda aftur á sér eða ekki. Hann kann það ekki. Það bara, þetta rand fór einhvern veginn orma megin. Hyperaktiv stendur fyrir sínu. Spottar mann á sömu nanosekundu máseit. Skiptir engu máli. Hvar fá þeir entry? Ég mistaði IBVF. Það veit engin. Já, Gutti pussaði gula. Já, Gutti, Bixi felli Gutta í gula og ekkert eftir það. Já, ég átti náttúrulega, þetta var mikilvægt að fá killið þarna á... Þetta hefði breytt. Á Kraken. Alveg breytt randinu og Hundsi finnur þarna með þumalinn uppi sér í vesenni. 1 eftir á móti 4, smókaður út. Innskipsmannslandi. 9-4. Og sparaður að geta fyrir last round. Diglur á línuna og reyna að gera eitthvað. Jú, það er alltaf líkur á því. Kannski bara fá, ég meina hann komst niður vent frítt á hann, kannski bara, nei heyrðu þeir kaupa. Nei, ok, það er bara heitjökk. Ég sá bara AK og helt að vera kaup. Ég lofaði því að Shine sagði þið megi kaupa ykkur niður í 1450 max, þá er ég fúlkaupi næsta. Hann er reiknivélinn í deildinni. Þarna, vonveginn. Þetta er í fyrsta skipti þetta tímabili sem við sjáum þennan vonvegi hjá Hyper en við höfum séð hann svo ótrúlega oft áður. Cold Zero vonveginn. Lesan. Shine. Þú sérði ekki við Shine með vonvegismók glimtu. Hann er búinn að sjá alla. Hann fann upp vonvegismók. Óli svara þessu vel gert. Sér hann úti líka. Rífur P250 hann ætla bara að hausa hann. Nei, herðu. Ég fær geminspissa á rampinum hjá Varginum. Var ykkur aðeins of aggressiv. Ofvirkur fer í hellið, reynir að taka kontrólrampinum, hann býst við þessu hoppi, hvað er að gerast hittir Vel gert, en Sænar á AK og Gutti. Gutti, þetta verður virkilega mikilvægt round, kill fyrir Gutta, gerir lífið virkilega erfitt fyrir IBVF. 3 eftir á móti ofvirk, Hundsa og Gutta, ekki draumastaða til að vera í, sérstaklega þegar er með 1 líf eða 3. Breytir engu máli. Eiga kitt á Gutta. Og Gutti að leita. Spotta hann. Þeir vitum 2. Vitum alla. Ofvirkur með P250, búinn að súperglúa 2 niður. Og það er alltaf falla IBVF megin hér. Þeir eru að fara að næla sér í 5. rondið Hundsi. Hann er reyndar til alls líklegur. Hann getur léttilega unnið þetta ránd, hann bara nennið því ekki. Það þarf að koma hvar kittið er. Ætlar að halda hann reynir þetta. Ég er í ennisbandið á hana. Bixi. Oh my god. Þetta er patt og þetta er orðið dýrt, þetta er orðið virkilega dýrt. Það er engin að fara að vinna þetta ránd. Vel gert hjá alla samt, fá 2 hana. Og Bixi að fara að deyja. Nei, ekki úr þessu. Bixi, hann vil hins vegar finna þetta kill sem hann vissulega gerir lífið erfitt fyrir Ármann. Við höfum að lifa hann alveg, en alltaf leið. Bara að lifa hann á vinstra megin í gluggum. Já, hann myndi lifa þar eða ekki? Jú. En það er bara, nú eru þeir bara skýta kaup og þetta er bara að fara að enda 9-6 líklegast. Já. Vappin og syntaxikilna á vappin. Já, spurning hvort að það komi lobby hvernig hér. Eitthvað að búsi lobby, það gæti vel verið. Já, þeir eru líka til þessina en það bara lítur út fyrir að þeir fara í þessa útismóka sem eru búin að taka alla leikinn. Allavega Close úti, Hyper, hann er á rauðagám. Hérna 2 gula, þeir eru að leita. Hundsi fremstur í fylkingu, Finnur hér! Droppa byssunni yfir á leikmann. Hann spljótur á sér að það kemur annar maður, þá var þetta ekki gott. Erðilega Báðir af gólfi eru feldir en ofvirkur allt í hennu mættur í baki á þeim báðum, Shine og Bixi.
virkilega vel spilað hjá Ofvirk. Póstar sér oft svo vel á Óli. Það bara kemur bara aldrei einhvern veginn óvart, en samt kemur óvart. Núna er Vargur og Ofvirkur 2 eftir á móti Syntax og Pat. Ofvirkur og Vargur með samanlega spilatíma sennilega upp á nokkra aldir, en ekki nógu mikið því að Vargur er núna bara 1 eftir, það breytir ekki neinu máli, hann er með spilatíma upp á nokkra aldir. Heyrir í ventrópinu, rössa bara í það, veitum flatturinn og vappan. 9-6, þetta er ágætis hálfleikur. Þetta er ágætis hálfleikur, það er rétt hjá þér. Og ég meina, ef IBF taka pistoluna, þá erum við bara, getum við bara sokkinn okkar, sko. Þeir getur farið að vinna mögulega síðasta pistolrondi í CSGO, hver veit? Já, hver veit? Í þessari deild í það minnsta. Og þá verður það fyrsta pistolrondi þeirra líka? Já, þetta hengur svolítið, hengur, bæði. Ég veit það ekki. Í lausu lofti, hvort að við séum að spila CS2 eða... Við sendum að Tomma fyrir það. Eða hvað. Hérna er maður svona í IBF-lænabunu sem er með P2000. Það er sjaldan séð í íslensku deildinni, en það eru nokkrir. Já. Molli í pistoli, heyrðu það bara vel lesið, það bara Mollin einiröðs, missa þarna 50 HP samanlagt, en Alli kominn inn á sætinu. Alli inn á sætinu, Vargur býður bara eftir Mollanum, setur bara vin sinn undir ljónin hér, en þetta er stórskrítið pistolround. Já, þeir molla en gefa samt sætið. Það er svolítið... Já, þeir voru að banka á að þeir myndi koma rampinn leið og Mollin kemi. Nú er Jói að fara að stilla þessu upp. Það eru 4 manns upp í heaven, Jói Shine með spennt flass hér. Ekki er það nógu gott því að það er engin blindur. Shine fellur bara til dauða og þá er það bara Bixi hitn eftir í heaven. Við erum búin að tala að Shine sé utility kóngurinn. Ekki í þessari stöðu. Já, þetta var... Já. Það eru til mjög góð popflöss úr heaven með því að snúa með bakið í gólfið og spekla flassinu. Já, einmitt. Ég bara... Ég hef viljað sjá það bara við að stikka sætið þarna í raun og veru. Þeir eru að stoppa Russi, þeir komitta $600 í að stoppa Russi með Molla. Fær Nófur. Og Shine með Nófur. Það er reyndar upp á saklabissa mín. Nóvan, sko. Þetta er geðvögt. IBF að fá bjóða okkur upp á óhefðbundið kaup hér. Shine hér bara í Rasvasan á Ofvirk þarna. Nær hann ekki, en hann skýtur öllum skotunum og Nófunni þannig gegn. Hér Pat Digla á rampinum, finnur hann eitthvað? Ég ekki sé marga QQ á Nófuna, en Shine er nú bara, kannski heldur hann sem er vappa. Já, hann þarf að resetta ríkulega á Nófunni. Þú erum margt annað. En hér bara er bak heaven. Það er Syntax, grenar undir heaven. Það er ekkert fyrir það, ekki smá damage, en Syntax búinn að finna Hyper hér. Ofvirkur svarar hæl. Herðu, fá að sjá smá Nova actionina. Þetta gæti orðið áhugavert. Hér Pat finnur ekki neitt þar með Diglunni. Hér Nova, hann fær að syngja, finnur alltaf neitt. Og þá eru Shine með Nova inn í gula. Það er sjátt í, hann er með skóstær 47 og þeir sjá það. Heldur betur. Ef það er einhver angul sem er erfiður á Nóvu, þá er það miða upp á við. Já. Það er pain, sko. Já, það er vesen, sko. Kannastu það sem inni spilari og sem mikill nótgandi Nóvu. Nákvæmlega. Að miða upp með Nóvu er ekki draumurinn, sko. Nákvæmlega, en 11-6 er staðan fyrir Ármann akkurat núna. Neitstak? Nei, 2 neits. 2 flöss, það er spurning hvort það er stakki eitthvað. Shine flassi fyrir það og það er 1 maður að fara upp í heaven og hinir eru úti margir. En þar er ekki nokkur lifandi sála. Spurning hvort þær vilji bakka margir inn hér úr þessu eða hvað. Vargur kominn út rampinn. Heldur að hann sjáu eitthvað þarna. Ekki búinn að setja gleraugun á sig. Hann er bara að kýtla. Já. Honum er ekki, hann líkar ekki vel við þessa kassa. Þeir eru mættir á B-sætið, það er ekki nokkur maður búinn að taka damage í þessu rándi nema Syntax. Ég veit ekki hvar það skeiði, sennilega í stálinu þar hann er brotinn, en Ofvirkur búinn að finna hann hér. Plassar bak úti. Já, það er að búist, ég vissi að 2 neitum hann, kannski að búist við einhverju, en það er ekkert að koma. Fettir Bixi hér. Pat með Diglu í síkritinu, Shine feldur í lobbyinu, Ofvirkur heldur bara áfram. Hann er búinn að finna 23 kill í þessum leik hingað til og ég veit ekki nákvæmlega hvar
Ég hef ekki séð eitt af þeim nema þessi 2. Hann búinn að vera góður í þessu leik. Bara alltaf á réttum stað, á réttum tíma fyrst mér og alltaf þegar við erum að horfa á hann eða fylgjast með honum, spila smóka vel, það er bara þessi reynslan hendi sem hjálpar honum í því sko. En 12-6, nú fáum við kaup. Algjörlega verður gaman að sjá hvað Ármann bjóð okkur upp á hér. Fáið svar. Syntax komin á vappan. Hann situr á 4 killum, það er ekki æskilegt fyrir vappan í liðinu. Hann þarf að vera atkvæða meiri. En það reyni ég eitthvað hér með vappan. Það er þetta klassiska, ég fer einn inn. Þetta er Frannans Arnars, já, finnur 1 kill, setið Rópið, nei, Molli hefinn samt, jú, þeir eiga sætið. Eiga sætið með þessum frábæra Molla. Hann er að planta fyrir hefinn verið að segja. Maður þarf alltaf að pæla í þessu þegar maður er að spila á móti Ármann. Ef Arnar fær spónið þá er hann að fara að hlaupa einn inn að leita entry á meðan restin er tilbúin að gera eitthvað annað. Þetta er bara klassískt Ármann play. Algjörlega. Margir eru bara að kópera þetta. Nákvæmlega. Í stálið, góðu smók, Hyper búinn að klára byssuna og ætla að kasta vaskinum líka en það dugar ekki til. Syntax núna bara einn eftir. Já, lifa bara þarna. Það var þörf að gefa vappan en IBVF svolítið ráðalausir í þessu ríteki. Það var ekki mikið til að greina úr þessu rándi. Þetta var bara Ármann með höfuðið við herðar. Já, við erum að vera vel gert hjá Arnar að fá entry, menn hann hleypur inn á A-sætið með einu flassi kannski og hann fær entry. Já. Þú veist það, ég skil þetta í pöggum og svona dæmi sko, en maður á ekki að leyfa þetta. Hérna kemur bara, nei, ég held að þegar mótstaðan er ekki nægilega mikil eins og hún er núna hjá IBVF því miður, þá er ekkert mál að gera þessa hluti. Þú veist, Hundsi núna bara einn úti að tappa með AK og leika sig. Og það er svo mikið alla kill líka sko. Frosturinn á réttu stað en Gutti og... Gutti í vandræðum, finnur samt killið undir rest og Hyper fenn 3 ykkur staðar. Þetta lítur út fyrir að vera komið í hendunum á Ármanni hér. Hérna bara senasti sjensin hjá hérna IBVF, allavega í fullgönnur á þetta allavega til að þessari stöðu fyrir ekki. Duga eða drepast. Það er þetta ránd. Annars verður þetta mjög brött brekka. Hún er nú þegar brött sko. Já, þetta er róðið kampanir +3. Útismókar. Það er alltaf eins og ég gerir sér líklega en ég keyri. Nú adjustur, Molla neita. Þegar bara, þú leiði þetta gerist einu sinni þá... Herðu, innuröðs, shiny, perfect stöð, finnur hann annan, nei, Hundsi, Gutti treyti þessu. En Syntax mættu með vappan, er alltaf hann að svara smá, svarar einni og hann er bara einhvern veginn með stálið og lockdown, ekki lengur samt Hundsi núna eftir ásamt Hyper, eiga gólfið. Þetta verður samt erfitt fyrir þá, en þessi tveir, þeir kunna að leysa á svona vandræðum. Syntax, Bixi og Pat eftir, teka tilbaka, Syntax og Pat eftir. Molli góður, forsar Syntax út, það er mistök hjá Syntax. Og Patti situr bara ennþá í smóknum, ég meina hvað hann annað að gera. Herðu, hann finnur einn. Hyper lætur ekki ná sér. 15. rándið komið í hús fyrir Ármann. 2-3 keiru hjá Polish Wonder. Já, Hyper að stimpla sig inn með látum. Ég get ekki sagt Polish Wonder, geta ekki. Ég er að reyna, ég segir annarkvort að segja Dabbi eða Polish Wonder, en loksins kemur, herru, það er pása frá Ármann. Já, Óli hefur dáið okkur fáránlegan hátt og er aðeins að missa sig og Arnar er bara að segja, hei, við erum að vinna 15-6, chill. Já, 100%. Óli kominn á háasíð, háunótunar og það var aðeins að hérna róa þetta niður. Ármann samt í draumastuðu 15-6 staðan. Já, og það er lélegt kaup á IBVF, MP9, 2 FAMAS, lítið stöf og ekki 1 kit. Algjörlega. Er það bara double timeout? Er Óli það? Nei, herru, það er teknískt timeout en þeir eru að taka tactical timeouti sín. Já, og þeir kunna bara ekki á tactical. Já, það er náttúrulega, maður þarf, í deildinni núna ég held að þurfa að vítóa fyrir timeout. Hérna, já, það er svoleiðis. Og þeir kannski bara gleyma að íta pásu, ég veit ekki. Það er, ef þú ætlar að fá timeout núna í deildinni þá þarftu að vítóa fyrir það og ef þú skrifar upprópinu ekki pás þá færðu, það er skráð sem teknískt timeout, sko. Já, ég skil þig.
Þannig að það getur verið svolítið miskilningur. Að maður er svo vanur bara í official leikjum að gera pás og þá gildi það bara sem pása. En Jojo er alveg, hann er að reyna að stimpla sinni alla. Já. Jojo, head admin, yfir admin. Algjörmestari. Já, Hæstiréttur. En við bíðum eftir að fá 15 mannin inn. En já, það er svo sem ekkert mikið. Þetta gæti bara verið seinasta rándu okkar í CSGO. Já, það gæti nefnilega verið. Það er ekki nokkulega að vita hvað það er fyrir mig yfir í CS2 í næstu umferð eða ekki, en mikið væri það gaman. Það er ekki að vita, það væri geggjað sko. Væri gaman að fá smá tilbreytingu í lífið, smá krydd í þetta. Það eru menn í dag að pakka CS2, að voru allavega í dag, það eru Dusty og þeir verða örugglega bara tilbúinir í CS2. Þannig ef að fólk vill vera með, þá bara byrja að spila og hætta að pæla í hversu, hvað sem er, ókláraður leikurinn er, það bara þarf að spila. Algjörlega talandi um það, þá er skráning í áhugamannadeildirnar í fullum gangi hjá Rísi. Þannig ef að þú og vinahópurinn hefur áhuga að skrá ykkur í CS2 mót, þá kíkir þú og skráir þig einhvers staðar. Ég veit ekkert hvað skráningin er. Ég held að þetta er minnsta hættan í kjarnorkuverinu. Já, ætli það ekki. En CSGO-grúpan á Facebook verður sennilega CS2-grúpan á Facebook. Nei, það er málega. CS2.is, það geti verið. Þar finnur við skráningar hlekkin í áhugamannadeildina. Ég mæli með því fyrir alla, þetta er ógeðslega gaman. Þótt að þið séu bara nokkri vinnir og viti ekkert hvað er að gera, þá er ótrúlega gaman að eyða sínum tíma svona, sérstaklega á Íslandi þegar það er alltaf ógeðslegt veður. Bara alltaf. Já, það er svolítið svona, hvað segir maður, þetta er svona kaflaskipt alltaf á Íslandi. Fólk byrjar alltaf að spila svona í september, október og þá er allt í einu allir online og svo bara leið og dettur á júní, þá bara einhvern veginn, þá bara þessi eyðimörk á Íslandi. Sko, En núna þegar það er komið nýri leikur út, þá verður það ekki þannig. Vonandi, ég meina, það er bara... Fólk verður að grænda, ég get lofa þér í þessu. Ég legg allt mitt undir. Ég vona það. Það verður svo spennandi að sjá hvernig CS2 mun þróast. Bara eins og við tölum áðan, ég meina, leikurinn er ekki tilbúinn en hann verður það. Það er bara Valve mun skila okkur leiknum sem við elskum öll. Ég get ekki trúað þér. Algjörlega, en hérna sjáum við svipmyndir úr kjarnorkuverinu í Cedar Creek sem er einhverstaðar í Iowa. Ég man ekkert hvað Tommi sagði, ég ætla að reyna þetta. Eitthvað af fylkjónum. Hvað er það? Iowa, Illinois og hvað með það? Idaho eða? Idaho, rétt hefur. Já, ég veit það ekki. Já, en mér sýnist okkar maður vera mættur inn. Já, það er hundsi sem datt út, komur aftur inn. Þá getum við líklega klárað þetta ránd. Það er spurning hvort það falli Ármannsmegin eða IBVF. Er þetta síðasta rándi í CSGO í ljósleiðaradeildinni? Hver veit? Ekki veit ég það. Sjáum hérna hvað gerist. Þeir ætla að fara úti 3, 4 að hlaupa úti. Mjög mikið. Spurning hvort það er. Þeim er alveg sama, þeir eiga svona stóran buffer, þeir svinga bara úti með AK og þú vilt ekki taka fætinn. Óli, hvað er hann að gera? Óli ofvirkur, hann er að fara bakhefinn hér, Pat í reyn, hann getur fundið 1, finnur hann 2, finnur hann, finnur 3. mögulega, hann er ekki að rínota. Hundsi. Og Óli bara í lautaferð. Stráða, róa, Óli er í bakhefinn, hann á playið, hann sér ekki nokkur mann inni. Samt vel spila á IBVF bara leið og fara út og taka lobbyið, en bara halda þá lobbyinu. Við vitum alla á 4, reyna að kontesta lobbyið, en Ármann sigla bara hérna inn og plantið á leiðinni niður. Þeir eru 3 ofvirkur, Hundsi og Hyper á móti Syntax, Bixi og Shine. Er þetta síðasta rándi í CSGO á Íslandi? Hundsi og ofvirkur, núna 2 eftir á móti Bixi og Shine. Erfitt retake Shine. Ég held þess að Neiti myndi taka alla en greinlega. Shine og spamma hann í gegn. 1 á P. Og Bixi finnur hann. 1 á P á mannunum, 1-on-1. Ofvirkur, hann er á 1 HP, Bixi hefur betur. Við fáum allavega 1 rándi viðbót í CSGO. Mikið er ég þakkláttur fyrir það. Bixi, mottan okkar allra að gera betur hér. 7. rándi komið í hús fyrir IBVF.
Þeir eru allavega að halda rondifrensinu í lagi. Já. Ekki gleyma því að CS2 er MR12. Já, heitir það ekki, MR12, það fylgir upp í 13. Já. Já, það smá synd að mínum að þetta, en það bara, kannski það góða breytingar, maður veit ekki. Já, það kemur í ljós. Kannski verður þið breytið baka. Það allt í lagi að prófa nýja hluti. Algjörlega. En hér, Vargur og Kó í Ármann. Keyra á rampinn Gutti. Og Mollitur stoppaðir leið. Syntax finnur hundsa hvar? Úti á. Þeir eru svolítið kokki, Ármann reyna bara að finna killinn. Aðeins of sigurvissir Ármann. Aðeins að vannmeta IPVF. Þeir kunna að skjóta á byssunum. Það alveg á hreinu. Ofvirkur líka. Skýtur bara vekki. Hún alveg sama. Ég hef verið drepanurinn gegn á Óla, sko. Það er gott tilfæð. Þú hittir engum skotum sem þú tekur ekki. Nákvæmlega, vel sagt. Hyper búinn að fella Shine í millitíðinni. Droppa vekk með látum. Hér, Bixi finnur einn. Heldur B-sætinu. Kill hjá Bixi. En það maður komið singur líka. Bixi, hann í vesenni. Gutti, hann lappar yfir hann. Klíra þetta, Gutti. Hyper, ger á læti. Bixi fann líkt að ykkur en vissi ekki alveg nákvæmlega hvaðan hún var að koma. Það er nefnilega málið núna að rítæki aftur 3-3. Núna að Syntax, E og Pat 3. Hyper, fellir Pat, maðurinn sem að er... Herðu, Syntax að taka út Óla. Já, finnur líka Hyper í gennum kassa niðri. Þá er allt í bara Gutti einn eftir. Syntax með glæsilega takta hér. Gutti finnur einn. Er hann að fara að loka þessi fyrir Ármann? Hér, Gutti á móti E. Gutti býður í darkinu. Hann er að lifa, E. Vel spila hjá Gutti að lifa bara en ekki vera að taka fætina til að... Stikkar eða hvað gerir það ekki. Næri þessu ekki. Hann næri þessu. Jú. E. Hann sigla öðru rándi fyrir IPVF. Það mátti engu muna. Það mátti engu muna. Þetta voru millisekund, nanosekundur. Þetta var vel gert hjá Gutta. Bara smá annað panik í endan. Bara kasta mólalum, jafnvel þótt að þú deyrir þegar Gaurin rýpíkar út. Þá kastar það mólalum, þá er bomban aldrei að fara að springa. Algjörlega. Nei, hann er aldrei að fara að ná að deffa fyrir ekki. Algjörlega, en talandi vel gert Syntax að gera þetta ránda möguleika með glæsilegum skotum. Setja sig á skorbortið hérna loksins. Algjörlega, Bixi á autoshotgun, Shine á autoshotgun. 2 autos. Ekki nóga í þetta skiptið en Ofvi Mamba kemur í stáli hér, finnur hann entryið á Patta, gerir hann heldur betur. Ég heyri mig autoshotgunni syngja. Shine. Þú tekur þennan fætt og þeir náði. Virkur að taka línu upp á gula úr stálinu. Hefur einfallega betur í því hlutverki. Þá er að Vargur og Hyper 2 eftir. Hvað geta þær gert úr þessu? Bixi, hann er búinn að pússa rampinn með autoshotgun, flassið ekki nógu gott. Bixi á bombuna þarna. Eru Ármann að fara að henda þessu frástér? Trúið því ekki, Vargur núna einn eftir. Krakkinn loksins að fá að vera með í þessum leik, hann lendi, allavega, hann byrjaði fyrstu 5 rándið 12-3 og svo er hann bara að fara í dvala. Já, enda orðinn gamall kall, hann er Björn, hann þarf sinn dvala. Klukkan er margt. Hann drekkur samt, sko, karton af Red Bull á dag og ég er ekki að grínast, sko. Hann á leik bara korter í 10 og hann opnaði sér eitt stóran. Bara 335 millilítra í æð. Og það segja bara að sofa eftir leikinn. Þetta er galið, sko. Svona maður að gera þetta. Hérna koma þér Ármann. Vent drop, vel gert. Bomban, komin inn í vent. Hyper. Það er enginn að rót, Bixi, komin í rót. Þetta finnur bombuna með 2 skotum með hann á engu vandræði með þetta. En þetta getur sett IPVF í skrúuna eða hvað. Þetta betur ekki í krakki, núna bara einn eftir. Finnur einn. Getur hann gert eitthvað meira, heldur betur ekki. IPVF að sigla þessu tilbaka, 15-10 er staðan. Þeir vilja spila CSGO lengur, það er bara klárlega. Heldur betur. Líka bara, er Ármann bara fara með þetta lengra til að spila Go lengur? Það er aldrei að vita. Vil ekki láta Go frá sér það? Demo viewerinn. Það er aldrei að vita. Vargur nýbyrjaður í CSGO og það er bara beint yfir í nýjan leik. Þetta er rosalegt. Hann er ekki maður mikil að breytinga. Hætti í Counter-Strike í 10 ár ef ekki meira. Kemur tilbaka orðið 60 en samt í toppdeildinni. Svakalega leikmaður. Mjög mikill aðdáandi Arnars. Já, ég líka. En Ármann, þeir eru svolítið að missa þetta frá sér.
Hún er klaufaleg mistök. Skæn er ekki neitt. Hvað er að gera? Skæn! Back to the future, nær 3. Hann hefur ekki gert það í mörg ár. Syntax tekur 2 á mótunum. Vel gert Shine, hann að skipta byssu, breyta possu. Shine að spila þetta frábælega eins og þú segir. Shine, okkar allra besti maður. 15-11. Herru, það er bara komið. IBVF búinn að vinna 5 ránd í röð. Já, 5 ránd í röð. Þetta er það sem á til að gerast hjá Ármanni. Þeir eiga til að missa leikina svona frá sér. Annarkvort byrjaði seint eða missa það frá sér í einhverju þvælu. Já, við höfum alltaf séð á þessu tímabili. Þannig að hvað fór ekki 16-14 á móti Þór. Þeir bara klóruðu tilbaka comeback. Náðu ekki að klóra það. Og svo hvernig fór seinni leikurinn hjá þeim að Þór? Ég man það ekki. Ég er ekki með allar glósur hérna með mér. Það sjálfsögðu ertu með þetta. Þú gefur meira preppaður heldur en kastirinn sem á að vera hérna. 16, já þeir töpa á móti Breiðablik. Nei, unnu Breiðablik fyrir ekki. Unnu Breiðablik og tapa á móti Þór. En hér... Já, það gerist það sami í Breiðablik, mástu. Vankar átt eitthvað svaka klöts. Þeir náðu að klóra sér í 15-9. Herðu, Vargur núna opnaði þetta risastórt á gólfinu. Hyper líka ofvirkur að pitcha inn í þetta. Allt í einu er bara Bixi og Pat 2 eftir á móti ofvirk Hundsa og Hyper. Bomban á leiðinu niður. Geta Bixi og Pat klóra þetta tilbaka. Er þetta ofstór biti? Er þetta síðasta rándið í CSGO? Hver veit, úrum mitt er að minnum á ég sé stressaður en það er eitthvað... Er þú stressaður? Nei, ég fæ bara svona, það er eitthvað hjartslátturinn uppi, það fæ ég stressur í mændir í þessu úri, ég veit ekki hvað er í gangi. Ég er ánægður með að Bixi búinn að finna einn hér. Það var einn eftir á móti Hunda. Einn eftir á móti Hunda núna. Þetta er ekki planta, hann stikkar þetta hérna, nei. Bixi ískaldur. Hann næri þessu! Bixi! 15-12 fyrir IBVF. IBVF að skeina sér með Ármanni síðustu 6 ránd. Bixi algjörlega búinn að steppa upp hérna, hann er búinn að vera góður alla leikina en núna er hann að vinna að fá þessu rosalega mikilvægi kill. Hvað er að gerast hérna? Og Þór valta yfir Atlantic og síðan fáum við hörkuleik hér. Þetta er öfugt á við það sem ég spáði fyrir daginn. Já, ég líka. IBVF er mættið til leiks. Það er svoleiðis. Það er greinilega munar að vera með ESU inn, kannski bara einhver breyting á því. Það er einhver breyting sem að átti sér stað. Mikið er ég ánægður með þetta. En spurning hvort það geta teygt þetta eitthvað ennþá meira. Ármann núna full kaup eða full jú til ofvirkur. Hann er brjálaður í gula að spreyja í gæn. Nei, ég standi í þessu, hann er farið að sofa. Hann er bara að reyna að spamma allt. Maður er að fara í gymmið í fyrramáli, sko. Það er bara, hann vil skrifa sig að fara að sofa, en bara IBVF er ekki leiðað með, sko. Algjörlega Gutti að leita eitthvað úti að Pat, hann er í reyn að fela sig. Þeir eru hættir að flýta sig núna, Ármann. Hann er í secretinu að fela sig. Ármann eru hættir að flýta sig, en IBVF er bara að svara vel. Breytum possur, Pat allt í henni komin í secret. Hvað eru hinni mönnunir? Eru maður niðri? Nei, hann er í ramp bara, fyrir ekki. Algjörlega, hérna opnaðir hurðina, single, lurk smoke út, ofvirkur, droppar sennilega í vendi með þessu eða hvað, reynaðir í gólfrössið mögulega. Kemur ekki óvart, mollinn feilar hún að gula, ofvirkur, komið niður vend. Þetta gæti sett allt úr skorðum. Og Vappur komin í rotate, rampurinn er alveg opinn. Vappurinn var í rotate, kemur núna. Bixi gæti verið í vesinni, fær 3 menn hér. Bixi finnur 1, finnur 2! Bixi gerir virkilega vel en Vargur svarar. Og Gutti tekur Shine, þá er það 3-3. Núna er allt í bara Syntax og E2 eftir. Bixi að gera allt hérna sem hann gat gert. Það bara hefði verið kraftverk að hann fekk í þriðja hérna. En nú endar þetta í 3-2 og Syntax vinnur krakkinu. Syntax, hann er komin í gang á vappanum, hann er komin í 15 kill og hann er að gera þetta geranlegt fyrir IBVF. Fáið 15-3 úr 15-7. Timing. Golden timing eða hvað Gutti hér heimlegin við vinnur og þá er bara Syntax 1 eftir. Þetta gæti verið ofstór biti fyrir Syntax og smóka bombuna ofvirkurinn sem vinnur hann. Loksins segja Ármann, var þetta síðasta rándið í CSGO? Já, hver veit, við fáum að vita það hvað á þriðjudaginn. Víriku leikur samt. Já, vá, geggi að fá svona leik í endan eftir þetta 6-3 þarna áðan, sko. Til að loka CSGO-sögunni á Íslandi mögulega. Já, ég bara einhvern veginn held að þessi leikur myndi fara öðruvísi, sko, en bara IBVF gjössalega mættu og Bixi maður. Bixi, geggjaður. 9-6 hálfleikur fyrir Ármann. Já.
vinna síðan 5 í röð. Já. 15-7 í 16-12. Já, bara... Við varum að gera allt rétt. Gekkja og Ármann með þess að vinna bæði pistol. Já, og bara... það er bara... Ármann fer með bænir sínar hér í nótt eftir þennan leik, sko, það er á hreinu. Já, ég vona það allavega, en bara vel gert hjá Ármann einhvern veginn að loka svo hann í endan. Ég meina, þetta var svolítið svona stress og margir að flýta sér einhvern veginn, já, en bara þetta kláraðist. Það var klaufalegt í lokin, já. En ná að klóra þetta, en sigur út, það mátti ekki miklu muna. Nei, það bara... Við vildum loka þessu leik. Menn eru fljótir að missa hausinn þegar það er komið svona gott comeback, sko. Já, allavega þetta liðis getur verið þekkt fyrir það. Já, Klefinn ekki kannski í toppstandi. Nei. Gæti verið, veit það ekki. Hver er þinn MVP? Óli. Óvirkur. Þetta er 30 bombu, ég heldur að skilja. Jafnvel samt pælir í Bixi, en það er erfitt að setja MVP-in á liðið sem tapar. Já, ég er hjartalega sammálaður. Það er óvirkur fyrir mína peninga líka. Já. En... Já, við ætlum að sjá stöðutöfluna eftir þessa 3 leiki dagsins. Þvílíkir leikir. Já, fáum dagskrána í næstu viku. Ásækið mig. Ég er ekki Tommi. En IA á móti Dusty er fyrsti leikurinn á... Þriðjudaginn? Nei, 50daginn, 28. september. Er þetta rétt eða? Nei, það held ég ekki. Er ekki 28. í dag? En þetta eru væntanlega... Þetta er rétti leikir en dagsendingin er vill. Ok. En það er IA á móti Dusty. Það getur verið skemmtilega leikur. Herðu, hérna eru Atlantic í klemmu. Fá sjóð heitt Breiðablik í sig. Já, og... Tóku tension. Og við vitum það að Breiðablik eru erfiðir. Virkilega erfiðir. Þeir er ekki lýsið út mæta heitt. Þeir eru svona svo Ármann, sko. Já. Sérstaklega Kitty í senasta leik var, sko... Já, hann var alveg... Svo sammálaðir. Já. En þá getum við fengið stöðutöfluna. Það held ég. Sjáum hana eftir leiki dagsins. Það eru ennþá Dusty á toppnum með 6 stig. Þeir eru einir á toppnum með 6 stig. Já. Ármann með IA, FH og Þór. Allir með 4 stig. Búin að vinna 2 leiki af 3. Já, og Tension. Og síðan er það Saga Breiðablik sem að eru í 7. og 8. sæti Atlantic og IBVF á botninum. Já, líka bara svipar randif, sko. Þetta eru vendingar, sko. Já. Þetta er ekki... Sko, ég hefði vissulega... Hefði ég sett IBVF neðarlega. En ekki Atlantic. Nei, sama hér. Allavega með við hvernig þeim gekk í fyrra. Já. Þeir verða bara að koma sterkir tilbaka núna. Þú verður að klóra þig upp. Tölfræðin segir það, ef þú byrjar illa þá er mjög erfitt að klóra upp, sko. Algjörlega, ég kannast við það. Já. Ég kannast mjög vel við það. En þannig fór sjóferð svo. Er þetta síðasta kvöldið í CSGO á Íslandi? Hver veit? Við þökkum fyrir okkur í dag. Beggi, takk kærlega fyrir hjálpina. Takk kærlega fyrir mig, þetta var bara frábært, skemmtilegt. Algjörlega. Við sjáumst á þriðjudaginn. Takk kærlega fyrir okkur.